Já, komið sæl, sunnudagur og sínir Egils. Ég sit einn hérna með stjórnþáttarins, Gunnar Smári fjarverandi, en byrjum hér á vettvangi dagsins og til mín er komin Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, Vilhjálmur Árnason, verðandi bæjarstjóri og Kristján Þórður Snæbjarnarson, verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Það var aðeins verið svona affall vegna veikinda, en við ráðum við þetta. Byrjum nú hérna á því þá sem að horfðu á körfuboltalandsleikinn. Gerðu þið það? Já. Ekki ég. Já, misturum miklu. Við ekki það bara. Ég er bara búin að horfa aðeins á úrónum eftir á sko því að við vorum að kynna framboðslistan í Reykjanesbæ á sama tíma sko. Já. Menn að Reykjanesbæingurinn fór á kostum. Hann fór algjörlega á kostum sko og eigum hann mikla þakkir fyrir. Já. Þetta skiptir miklu máli þegar landsliðan okkar gengur vel og þetta sýnir líka bara hvað íþróttirnar eru mikilvæg. Þær hafa svo fjölbreytt hlutverk í samfélaginu okkar. Samin okkur og bæta andan og forvarnir náttúrulega og allt saman, þannig að íþróttirnar eru gríðarlega mikilvægar. Ég sat yfir leiknum heima og fylgdist með sko, svona framan af. En síðan fannst mér reyndar bilið vera orðið full mikið og þannig að ég verð svolítið stressaður þegar ég horfa á leiki og tek full mikið þátt heima. En þannig að ég fór aðeins frá, en síðan kom ég aftur á sjónvarpinu og þá var þetta allt að hverfa þetta bil og síðan sá maður loka körfuna sem var alveg geggjuð. Þetta sýnir alltaf bara karakter í liðinu að geta komið tilbaka í svona stórum leik á móti svona sterkri þjóð. Þetta er náttúrulega bara frábært og bara gaman að sjá liðið spila. Það snýr eftir það, við vorum að spila við Litháa sem eru reyndar mikið ofar en við í Ég las þetta, ég bara horfði ekki á leikinn. Þetta var ævintýr algjört og bara á síðustu sekúndur líka sko. Þannig að við vitum þetta. Já. Aldrei gefast upp. Þetta kennir okkur það. Man er aldrei að hætta. Nei. Og aldrei með minnum átt að kenna. Bara halda áfram. Ég er reynda þetta góð í því Íslendingar almennt sé. Þetta var vel gert. Þetta reddast alltaf. Þá er hérna ég var að ræða sem er að gerast í Íran. Þetta er afskaplega vont. Og komin í er farin, en hvað verður? Þetta er erfitt svæði heiminn. Já, þetta er auðvitað rosalega vond stað að vera í fyrir bara heiminn, að vera fylgjast með svona hvað er að gerast auðvitað og auðvitað óttast maður bara hvað þetta getur leitt af sér. Ekki það að vandamálin hafa auðvitað verið til staðar og allt það, við þekkjum það. En að það líka auðvitað að passa upp á hvernig er farið með alþjóðalög bara heilt yfir. Og ég hef pínlega tölurar áhyggjur af því að það er svona farið frekar frjálslega með hlutina þar. Og bara ömurlegt auðvitað heyra af því að það er skotið á skóla enn og aftur og börn verða fyrir þessu sem er náttúrulega saklaust fólk. Og það er auðvitað, þannig að þetta er vond staða. En það er ekki bara alþjóðalög, það er líka bara lög í Bandaríkjunum. Það er þingi sem á að ákveða hvort það fari í stríðið ekki og það verður að fara fram hjá þessu og maður óttast svolítið, ég var að tala við vinum mína, ég bjó lengi í Bandaríkjunum, í gær í Bandaríkjunum og eina þeim sagði við mig, ég bara vona að Íran hefnist ín einhvern veginn og svo voru, nei, ég vonaði ekki raunverulega, en henni fannst einhvern veginn eins og það þyrfti að vera einhverjar afleiðingar af þessari hegðun hjá Trump og ég skil hvað meinar í því, þú veist, það er farið inn í Venezuela og það gekk svona frekar vel og þá heldur hann að Íran sé einhvern veginn þannig, en ég held að þetta sé ykkur allt önnur staða þar og ég held að við öll munum borga fyrir þetta. Skjóta bara á löngu færum. Já, ég meina þetta er miklu stærra land og miklu öflugra og allt önnur staða. Það er ekki alveg augljóst hver tekur við og má alveg segja í Venezuela, það var ekki eins og það urðu einhverjar rosalega umbætur heldur. Það var bara númer 2 sem tók við og við erum ennþá í sömu stöðunni nema bara Bandaríkin er í betri stöðu gagnvart olíu. Þetta þarf að halda þessu til haga í þessar umræðu. Já,
Og þetta þú veist, það eins og alla reglur alþjóðasamfélagsins og eigin lands, Bandaríkjanna, einhvern veginn ekki við lengur. Nei. Svo eru sumir sem segja hann sé að gera þetta til að draga athygli frá Epstein, ég vona það sé ekki þannig, en fólk veit ekki alveg af hverju, röksendirnar eru ekki alveg klárar. Og ekki samþyktar kannski. Nei, sko, ég sagði það nú einhverjum þætti sem var í fyrir þessu ári að orð ársins væri óvissa, sko. Þetta allt svo óljóst og mikil óvissa í það sem að gerast í heiminum bara víða og ekki síst það sem að gerast í Bandaríkjunum. En ég staldra samt svolítið við þessa umræðu alþjóðalög og ég ekkert að mótmæla því að þetta standist kannski ekki alþjóðalög. En hvaða alþjóðalög stendst samt líka svo stjórnarhættirnir í Venesúela og Íran, sko. Það enginn með þau gildi eða þau alþjóðalög eitthvað sem það uppfyllir heldur, sko. Þannig að við erum í svolítið vondri stöðu. En hvort að þetta sé rétta leiðin til þess að leysa úr því eitthvað, ég ekki að segja það. En þannig að það bara vont ástand hvernig sem við lítum á þetta, en það sem og þá skapar þessa óvissu. Svo sjáum bara hvað heimurinn orðinn lítill. Við erum farin að ferða svo mikið, og samstarfið verður aukast. Og Dubai og annað bara orðið margir af Vesturlandabúum vinna þar. Bretar halda nú Dubai bara gangandi og sjá alla verkfræði og byggingu þar og allt þetta. Fullt af Íslendingum að ferðast þarna og vinna þarna í fluggeiranum og annað slíkt. Það bara við hliðin á þessu. Þannig að eins og þú segir, þegar þetta skotið á löngum færum og það að skjóta þetta niður þá að fara að kveikja bara í hótelum sem Íslendingar gista reglulegi, sko. Og það gerist í gæri náttúrulega og þannig að þetta svo nálægt okkur, þannig að þetta að skapa svo mikið ófrið og eins og alltaf sagt, sko, ef heldur að heimsstyrjöld sé byrjuð, þá var hún löngu byrjuð. Þannig að við vitum ekkert hvar við erum stödd í þessu og hvað kemur næst og hver hinn raunverulega ástæða Þannig að þetta vont frá svo mörgum sjónarhornum en við þurfum líka að finna einhverja leiðir til þess að takast á við þessa einræðisherra sem að fara illa með þjóð sína, sko. En hvort að þetta sé rétta leiðin, ég ætla ekki að setja með það. En svo eru langtíma áhrifin líka eins og þetta tala eins og með Dubai, þetta náttúrulega stærsti flugvöllur í heimi. 250.000 mann sem fara þarna í gegn hvernig degi og þetta hefur allt áhrif og öll þessu óvissa og þetta óöryggi hefur líka áhrif á ferðaþjónustu líka hingað vegna þess að þetta hefur langtíma áhrif að fólk ferðast kannski minna, vill halda sig heima. Fyrir utan að stríð hafa efnahagslega áhrif á allar þjóðir. Og svo að tala náttúrulega Hormús og leiðina þar sem getur lokast og það mun hafa áhrif á svo marga. Þannig að, þú veist, óvissan, hún alveg rosaleg. Já, þú sjáum það, sko, okkar mikilvægustu ferðamenn eru Bandaríkjamenn og þó þeir eigi kannski ennþá alveg nægan pening en bara leið og dollarinn veikist svona leið og einhver óvissa og þá halda þær að sér höndum og þá eins og við myndum gera og gerum þannig að og þeir eru bara passífir með það þannig að öll þessi óvissa þar og þessi staða á Bandaríkja dollarinn þetta ekki þetta bara kemur mjög niður á okkur Þetta náttúrulega bara sýnir líka hversu slæm staða heilt yfir orðin að það sé verið að beita hervaldi og svona aðgerðum til þess að ná ykkur fram að það sé ekki raunur hægt að nýta samninga eða samskipti til þeirra mála og það auðvitað þessi óvissa sem að maður óttast að bara hvernig verður mögulegt framhald, verður stigmögnun á þessu eða ekki þetta vona maður að aðlar leiti frekar í hentugri leiðir til þess að eiga samskipti sko. En þetta eru bara verulega slæm tíðindi fyrir heiminn allan sko. Alvarlegt mál. En ég var lyfta brúnina eins og tala 60 milljarðana sem að ríkissjóður að fá Ísafirði. 40 milljarðar. 40 milljarðar. Já. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Þeir fá örgulega 60 milljarðar frá þeim en 40 þetta eina skipti. Eingreiðsla. Þetta er eingreiðsla af skattar af hugverkinu sem auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli og maður fann þetta því því kjördæmavika var að klárast. Við vorum á Vestfjörðum hluti af þingflokki Samfylkingarinnar. Að þetta bara fara yfir og koma inn í samfélagið og heyra þetta bara hvað fólk þetta stolt af sínu að það er búið að búa til gríðarlega verðmæti fyrir samfélagið og þessir peningar þetta skipta gríðarlega miklu máli fyrir ríkissjóð og það verður
bara mjög mikilvægt fyrir okkur að fara vel með þetta og nýta þetta til þess að reka ríkissjóð á enn betri hátt. En sýnir auðvitað bara á sama tíma mikilvægi þess að vera með öflug fyrirtæki, stunda nýsköpun og ýta undir að svona sprotafyrirtæki vaxi og dafni í samfélaginu. Þetta náttúrulega byrjar þar. Þetta fyrirtæki komið svona topplistan. Já. En 40 milljarðar, ef ég byggi hérna, þá myndi ég bara krefjast þess að hluta þessu færi í hérna Súðavíkurgöngin. Já, sem er lífshættuleg sko. Margir vegir lífshættulegur á Vestfjörðum og ég er alveg sammála, þetta er augljóst að við eigum að hætta að horfa á íbúatöluna. Ef við byggjum upp innviðina og samfélagið á svona stöðum út á landi, þetta er fólki sem kann að nýta sína náttúru og kann að vera í nýsköpun og bjarga sér og þannig náttúrulega verður Kerecis til og við erum að líka vita af hverju við erum að fá þess að 40 milljarða. Það er út af því að það kemur þarna Vestfirðingur og slår kallan í útgerðinni hvort þeir geti lánað sér pening og húsnæði og látið sér fá smá rot til þess að taka þátt í þessu ævintýri. Þetta þarf að gerast 10 sinnum svo eitt Kerecis verður til. Hinn 9 fara á hausinn sko. Og núna er búið að veikja allar þessar byggðir, allar með veikjöldunum til þess að búa til svona. Og beiðni nýsköpunarstyrki og nýsköpunar þróunarsjóð og allt hefur dregið saman eftir að veikjöldin fóru. Og það er bara grunninn. Það var bara útgerðarmennirnir sem tóku vel á móti Guðmundi Fertram hugmyndablaði. Þetta var lengi að komast á stað og þetta var mjög erfitt. Og svo er allir að horfa bara á Kerecis núna. En við verðum að vita hvernig var Kerecis til. Það voru 9 aðrir búin að fara á hausinn áður en þetta tókst sko. Það er bara reglan í þessu. Og þetta er að gerast út á landi og þannig verðmætasköpunin. Þess vegna eigum við að horfa á því að nota þá þessa peninga til þess að byggja upp samgöngunar til þess að fjölga svona ævintýrum út á landi og tryggja það að fyrirtækin eins og sjávarútvegurinn og önnur fyrirtæki sem að vilja vinna út á land hafi fjárfestingagetu til þess að fjárfesta í svona nýsköpun. Annars gerist ekki neitt ný. Og ég bara segja það fullum fetum að fólkið út á landi í fyrirtækjum er miklu betra að hafa afganginn af fyrirtækjum heldur en við 63 misvitri stjórnmálamenn sko. Við erum ekki að fara að búa til Kerecis sko. Það er bara ekki séns. Við getum búið til ramman í kringum og stutt við samfélagið þetta og það er auðvitað það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli og það var líka mjög gaman að fara og heimsækja nákvæmlega þessi fyrirtæki á Vestfjörðum og bara eiga millilegast samtal við þau þá stöðu og þá verðmætasköpun sem er í gangi. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt en síðan fengum við líka að finna á eigin skinni hvernig samgöngur eru á Vestfjörðum. Þó að ég sé Vestfjörðingur í grunninn og þekki þetta náttúrulega ágætlega en þá er þetta samt sem aður staðan er bara ofboðslega erfið yfir vetrartíman í samgöngum og það er verið að byggja upp vegi fyrir vestan sem er vel og tiltölulega langt komið að geta keyrt suður firðina og til Ísafjarðar þá leiðina. En síðan kemur einmitt í Súðavíkurhlíðin, hún er bara ansi oft sem að hún lokar við þessar aðstæður sem er vegna snjóflóðahættu. Og er lífshættuleg. Já, hún er það og hefur alla tíð verið og það er auðvitað það sem að þarf að fara í, það er að bæta samgöngur þarna og auðvitað allt svona fé sem að kemur til í ríkissjóð mun að sjálfsögðu létta undir og ýta undir að við getum flýtt þeim framkvæmdum sem eru en það þarf líka að vera ákveðin forgangsröðun og við getum heldur ekki verið í þeim pakka að kasta alltaf til í forgangsröðun eftir samgöngum mannverkjum. Við þurfum að hafa eitthvað ákveðna stefnu í því og það er auðvitað mikilvægt en samfélagi all land á þetta heimtingu á því að eiga og búa við góðar samgöngur og þetta er eitt af þeim svona atriðum sem að kom mjög hátt fram í okkar samtölum fyrir vestan en það var líka þetta bara orkuinnviðir, vetrarþjónusta á vegum, menntakerfið. Það voru bara fjöldi atriða sem að komið fram í miklum og góðum samtölum þar sem að skipta samfélagið náttúrulega miklum. Ég er alltaf svo gaman af Vestfirðingunum sko. Þeir senda mann alltaf skýr skilaboð með kemur. Hafið bara svo grunninnviði, menntakerfið, heilbrigðiskerfið og samgöngunar í lagi og látið okkur svo bara í friði sko. Við skulum bara sjá rest.
Ef þið bara láti okkur fyrir, ekki skattleggja ykkur í drasl, ekki setja endalausa einhverja boð og bönn, við kunnum miklu betur náttúrunni þið og ekki eitthvað eftirlitsrugl og gjöld, láti okkur bara í friði og við skulum skaffa ykkur tekjur. En þegar fólk tala við okkur þá vill fólk auðvitað, fólk sem ég tala við, það vill auðvitað borga sína skatta og vita það að samfélagi rekið auðvitað á sameiginlegum tekjum samfélagsins. Það vilja allir borga sanngjarna skatta. Ég ekki hitta mann sem er en að það sé forgangsraðað til fólksins og í þá þætti sem að skipta máli, en ekki láti grotna niður í langan tíma. Þannig að staðan verði ómöguleg. Eins og var gert. Eins og var gert. En við ef við ágætt dána með samgöngurnar hjá okkur, bara á Malbikinu, ég hef ekki farið út á Malbikinu svo langa tíma. Í Reykjavík? Já. Ég meina það sem þú ert að nefna þetta atriði sem að vestfirðingarnir voru að tala það þetta atriði sem að skiptir okkur öll máli. Það að hafa samgöngur í lagi, hafa menntamáli í lagi og grunnþjónustuna, heilbrigðisþjónustu og annað og það þarf þetta forgangsraða fjármunum í þá átt. Ég meina, sko hjarta mitt slær fyrir vestan, ég bjó á Bolungarvík sjálf, sem lítil og á ættir að rekja þaðan, en auðvitað þarf líka að eyða peningum í samgöngur hér á þessu svæði, hér búa flestir og það vantar töluvert upp á að við séum með þetta í góðu lagi. Já, þá komum við að borgarlínunni til dæmis. Ég hjóla stundum, ég bý í Garðabæ og ég hjóla stundum í vinnuna, sem fólk hættur að sé eitthvað afrek sem það er alls ekki. Og ég verð að segja sko aðstæða fyrir hjólafólk bara orðin mjög góð. Á þessari leið sem ég fer þá bara ásbrautin í Kópavoginum sem að ekki sér hjólabraut. Vegu fyrir reiðhjól, bara þar. Já. Og það bara þrengslinn leyfaði ekki. En þetta skiptir nefnilega öllu máli að þú átt að hafa val hvaða samgöngumáta þú notar. Við eigum að hafa öfluga hjólagöngustíga, við þurfum að hafa öflugar almenningssamgöngur og svo þurfum við að hafa greiðar stofnbrautir. Þannig að bara fólk fari og nýti þann faramáta sem hendi þeim best. Og svo þetta bara misjafnan tíma æviskeiðinu hvaða faramáta hendur okkur og aðstæður og búsetu og vinnu aðstæður. Þannig að þetta snýst bara það að byggjum upp öflugt samgöngukerfi þannig eitt faramáti skerði ekki hreyfingu annars. Og þetta auðvitað bara gaman að heyra sjálfstæðismann segja þetta því að auðvitað skiptir miklu máli að því að nú eftir að maður tók sæti á þingi að þá er maður auðvitað í kjörstöðu að nýta alla samgöngumáta. Ég hef notað virkan samgöngumáta, ég hef hjólað niður á þing, síðasta vor gerði ég það nokkuð mikið og síðasta sumar. Ég hef verið að taka strætó núna í vetur og ég hef aðeins notað einkabílinn og bara að hafa þessa valmöguleika þetta bara frábært. Það að hjóla ofan úr Grafvogi niður í miðbæ, þetta eru frábærar hjólaleiðir, svona 3 megin stofnleiðir sem ég geti valið munar öllitlu í erfiðleikastigi en allar eru svona innan 5 mínútna tíma lengdar mismunur á leiðunum og þetta hentar mörgum að gera þetta, að hjóla og það er bara frábært þegar fólk velur sér þann kost en síðan þarf og það sem megin markmið í borgarlínunni það að búa til aðstæður þannig að fólk geti notað almenningssamgöngur, komist hratt og örugglega á milli staða en þá opnast líka á sama tíma meira svigrúm fyrir þá sem að þurfa að vera á einkabílnum. Mínir fyrir kollegar úr iðnaðinum til dæmis sem eru með verkfæratöskurnar og verkfærin alltaf í bílunum. Þeir þurfa að komast á milli staða og geta síður kannski hjólað með allt á bakinu eða tekið strætó. En þannig að þetta sambland það sem að mun skipta sköpum fyrir samfélagið í þéttu umhverfi. Þess vegna þetta bara stóra vandamál við samgöngusáttmála og það sé ekki hægt að koma peningunum hingað þar sem að umferðin að það er þessi einhvern veginn ofur hönnun og skipulagsflækjur. Ef að skipulagsmálin væri legi hér í Reykjavík þá væri búið að framkvæma miklu meira af þessum sáttmála þegar að vera að leggja svona áherslu á að þrengja að stofnbrautunum. Þá fyrir vegagerðin bara í vörð að segja, við erum ekki að fara að setja peningin á hann eitthvað sem að minnkar umferðarrýmd á einum faramáta. Og þannig var ekki lagt á stað upp með. Og þannig þetta búið að hækka allan kostnaðinn.
Þannig að við erum að tala um einhverja umframbætur sem getur látið okkur dreyma 2040. Hvað ætlum við að gera þangað til þá? Og það enginn að tala um það. Það er allur fókus á 2040 og allar 80% á inn- og útflutningi landsins fer gegnum Sundahöfn. 80%. Og það Sæbrautin sem að keyra þetta. Hvað heldur að kosti íslenskt þjóðarbú mikið á hverjum einasta degi svo umfrateppa sem þar? Það kostar 2 milljarðar að laga með mislægum gatnamótum. 2 milljarðar? Nei, við ætlum að bíða hann til 2030 eitthvað að setja ykkur gatnamóta því við ætlum að hanna það fyrir einhverja sérakarinn fyrir borgarlínu sem spara einhvern strætisvagni 3 mínútur að fara mjótt niðri fyrir neðan húsasmiðuna þar. Þetta svo eitthvað galin framkvæmd og við ætlum að þetta svona típist Íslands að rífast yfir einhverju rugli, allir penningunum fyrir einhverja hönnun og einhverja auglýsingar og eitthvað og svo gerist ekki neitt. Það verður að hanna og hugsa þetta. Við hefum byggt fullt af þessum gatnamótum og ekki tekið svo langan tíma. Já, en það sem að ég held að svo sjáum við bara hér fyrir neðan. Svo sjáum við bara hér fyrir neðan Suðurlandsbrautinni. Þetta svo fyndið sko. Ég mætti einu svona fjármálaráðstefnu sveitarfélaga eða eitthvað. Og þá þurfti allir að fara á Hótel Nordica sko. Allir bæjarstjórnir sem skrifuðu undir þetta samgöngusáttmála þau þurftu að labba frá Glæsibæ, það var ekkert bílastæði. Nú ætlar að taka helmingina því Reykjavíkurborg undir þetta. Voru þeir gæti með bílstjóra sem gátti skutlaði? Já, þetta var alveg kostulegt. En auðvitað þetta sko hluti af þessu. Þetta bara skipulagsslys. Við erum hluti af stóri borg. Og höfuðborgarsvæði sem náttúrulega svæði sem að þarf auðvitað skipuleggja og þetta gerist ekki á einni nóttu hins vegar að skipuleggja. Ef það hefði verið stigið skref fyrir 30 árum síðan eða 40 árum síðan og borgin hugsað hvernig hún myndi þróast fram í tíman. Hún var hugsað sem bílaborg. Hún var hugsað sem bílaborg og síðan gengur það ekki. Jú, það gengur ekki. Nei, ímynduðu ykkur ef að strætó væri ekki til staðar. Það sem ég bara og sá einfaldlega að segja. fjöldi sem að taka strætisvagn á hverju minnsta degi skipulagsmálin gengur miklu hraðar ef þú værir ekki að minnka umferðarrýmdina. Það þarf auðvitað bara forsjálni, það þarf að skipuleggja, það þarf að hanna innviðina að sjálfsögðu. Til þess að geta lengri tíma eða að sjálfsögðu getur þetta tekið tíma en það þarf að gera þetta alveg. Þetta alveg samt smá sérstök umræða því leiti að það að bæta almenningssamgöngur eitthvað sem við öll sem förum til útlanda og förum í borgir þar sem okkur finnst gaman að heimsækja, þar eru almenningssamgöngur í lagi og eru góða göngugötur og þar gaman að fara og þar er gott mannlíf á þeim stöðum. Fólk vill hafa þetta val, það enginn að segja og ekki geta keyrt. Og þetta þarf að hanna þetta, ég ætla ekki að leggja mat að það, en það ekki pólitíkus, hvernig maður farið út í það, en ég held að við verðum öll glöð á endanum, þetta bara búið að taka ofboðslega langan tíma og auðvitað líka hluta af þessu hér á Íslandi það er allt kært, allt fram og tilbaka og ég ekki það punkturinn, það punkturinn minn, ég að segja að það er allir sammála mikilvæg almenningssamgangla og við viljum hafa öflugar almenningssamgangur, við viljum hafa mannlíf og við viljum geta börnin okkar geta farið út og sé ekki bara allt einhvers staðar í einhverjum umferðum og hættu. Það er allir sammála um þetta. Það sem ég bara að segja að það verður allt kært og pólitíska andstaðan verður miklu meira eða ætlar að fara að láta þetta tróðast inn einhvern annan. Þú ert að fara að búa til andstæðinga með að þrengja að einkabílum. Ef þú hefur bara skipulagt þetta að þetta fari vel saman, þá er andstæðan miklu minni, kærurnar miklu færri og þetta gengið vel. En langbesta lausnin er að setja nýja stoppröðina bara í göng. Við gáttum bóra Hvalfjarðargöng með 7 spílum og þau geru, þannig að nýja stoppröðina færi bara í göng, eins og Miklubrautagöngin og bara fleiri slík göngin á höfuðborgarsvæðinu. Þá færðu öryggið uppi. Á meðan þá ætla ég bara að efla strætóin, ég ætla að hafa ég ætla að hafa gervigreindar umferðarljós eins og eru bara út alla Evrópu nema á Íslandi, það má alls ekki Reykjavík, það má alls þar annars staðar. Það er reyndar komið slík ljós. Já, það er ekki verið að fullnýta kerfið. Það er ekki verið að fullnýta kerfið og það er ekki að tala saman. Farið bara að næstu umferðarljós og sjáu hvernig þetta virkar. Já, ég tek mjög vel eftir þegar ég er á hjólinu. Það er bara, ég þarf bara ekki að bíða. Nei, þetta er að koma smátt og smátt en þetta er ekki orðin heildar. Það bara hefði tekið 2 ár að gera þetta allt fyrir 3 milljarða, öllu höfuðborgarsvæðinu og þá getur við maksa nýtingun á núverandi umferðarmannvirkjum. Það er allir að nota gervigreindina nema við. En við erum að byrja að nota hana, ég tek alveg undir það, en það er ekki verið að fullnýta það. Og það átti að gera með það, og svo átti bara að gera svona bráðabirgðar gatnamót tónlega
svo getur bara, löngu búin að afskrifa þau 2040 sko þegar þú kemur með endalegu hönnun. Það sem liðka mest fyrir einkabílnum má segja, eru þetta betri almenningssamgöngur og ef að það verður hægt að fara til dæmis í HR yfir brúna og aðra leiðir fyrir nemendur til að og kennara til þess að fara, starfsfólk og aðra til að fara alltaf daga, þar mun losa alveg rosalega mikið. Það er allir saman það sem ég segja, að skipulagið og hvernig ætlar að búa til brautina, það er að tefja málið, það er að hækka kostnaðinn, það er að skapa kærunar, það er að veita pólitísku aðstöðuna að breyta skipulaginu. Til þess að gera fyrstu áfanga borgarlínu, það er að breyta deiluskipulagi 52 sinnum. 52 sinnum. Það voru 25 ára að leggja rafmagnslínu til Suðurnesja og það þurfti ekki einu svona í deiluskipulag, sko. Þannig að það vogar höfðu neitunarvald. Já, það er bara. En er ekki bara auðvelt að kæra? Það hafa 2 sveitarfélög neitunarvald í þessum 52 skipulagum, sko. En horfum, það er alltaf ef við botnum aðeins umræðuna, einmitt varandi það sem þarf að gera innan borgarinnar. Við þurfum auðvitað að eiga við Miklubrautina og það þarf að, og Sæbrautin mun fara í stokk líka. Þetta eru atriði sem að þarf að gera til þess að skipta þessu aðeins niður. En þetta mun líka á sama tíma auðvitað kalla leið þú ert að fara í framkvæmdir inn í borg að þá mun það líka búa til áskoranir sem að þarf á sama tíma að takast við til þess að tryggja að samgöngur séu bara greiðar fyrir alla máta. En ég er sammála, almenningssamgöngur eru þetta það sem að, ef að þær eru góðar og sem að eru að mörgu leyti í dag mega vissulega verða enn betri en þá er það svona grunnurinn að því að auka flæði veginn. Sko, það eru kosningar framundan og ég og fleiri hefur mjög gaman að því en Ólafur Þórn Harðarson hann sagði að þetta verði mjög spennandi kosningar. Haldið það ekki? Jú, þetta verður mjög spennandi kosningar af því það er augljóst að það verður mikil endurnýjun og verður gaman að sjá, nú eru listarnir að verða til og ég hlaka bara til að hlusta umræður og heyra hvað málefni verða og hvernig þau verða reifuð og hvað verður tekist á og hvað ekki og þar fram til göttunum. Það er ekki skipulagsmálin, stóramálið, leikskólar? Já, það eru mörg mál í borginni, fólk er andum borgina þetta er frábær borg, það gleymist oft í umræðinni, það er margt sem er frábært hérna. Við erum að gera hluti rosalega vel. eins og ég segi, ég bjó lengi í Bandaríkjunum og hlutinni gerast mjög hægt þar og það tala sko göngu og hjólastiga og svoleiðis. Það var að tala þetta aftur og tala einhver ringtorg einu sinni það sem átti að koma og það var alveg bara meira áttumál. Hér erum við þó miklu hraðari í að umbreyta hlutum þó að við kvörtum, því að við viljum helst allt gerast í gær Íslendingar. Það er ekki eins og þetta gangi mjög hratt annars staðar fyrir sig, skipulagsmál og annað. Það er verið að færa, gera alls konar hluti ótrúlega vel, en það gleymist mjög mikið og við erum að Reykjavíkurborg er að veita fáránlega mikla þjónustu á mörgum sviðum, velferðarsviðum og skóla- og frístundarsvið eru í farabróti með alls konar nýsköpun í sínu fæi. Þannig að og það er erfitt að koma því að í fréttum get ég sagt ykkur. Það hefur minni áhuga á því heldur en einhverju svona nöldurefni í dagsins, þó ég ger ekkert endilega lítið úr því. En það verður gaman að sjá hvert þessi umræða fer núna í aðdraganda kosninga og hvað fólk fer að tala um og hvort einhver er til í að lyfta upp höfuborgin okkar sem við megum þó vera mjög stolt af. Litla ræða mín. Það er náttúrulega þið strákar, þið eru í stóru flokkunum í Reykjavík sem eru turnandi tveir hörbaráta. Þetta er alveg klárlega og ég meina við vorum að stilla upp lista og vera lista núna í vikunni sem eru þetta gríðarlega sterkur og flottur listi, frábært fólk sem við höfum hérna í Reykjavík og raunar bara víðsvegar um land. Þeir eru að koma fram listarnir mjög víða og ég segi náttúrulega bara þetta verður gríðarlega spennandi framundan að sjá okkur sigra ansi víða. Þannig að það er auðvitað bara mjög spennandi en auðvitað sóknarfærin, við erum búin að vera hérna í meirihluta í Reykjavíkurborg nokkuð lengi og þetta er alveg þannig að borgin er vel rekin og við erum að veita alveg gríðarlega miklu og góða þjónustu á flestum sviðum. Klárlega, eru áskoranir og hafa alltaf verið, en ég treysti því fólki fullkomlega til þess að sinna því sem er í framboði hjá okkur og takast á við þau verkefni sem að koma upp. Muni rétt þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið utan meirihluta
meira og minna síðan 94. Já, það er verið að koma rúm 30 ár fyrir utan einhvern kannski 2 ára inn á milli þarna. Já, sem var þarna vandaraði kjörtíðanbílinn. Akkurat, þannig að viljum þau ekki aftur. Við finnum bara að það er skýr krafa breytingar og það kom náttúrulega ljós í síðustu sveitarstjórnarkosningum hér, eða borgarstjórnarkosningum, að Samfylkingin hefur verið að missa flugið, það er alltaf bara fengið nýtt varadekk og Framsóknarflokkurinn kom skýr inn síðast með kröfum breytingar og Einar kynnti sig sem mann breytingana og var svo bara nýja varadekkið og við sjáum hvernig það fór fyrir honum. Þannig að við finnum að þessi krafa breytingar aftur og nú vorum við að kynna mjög öflugan og flottan lista í gær. Sem ekki alveg einigur Nei, en það í stórum flokki þegar við höfum svo mikið öflugu og frambærilegu fólki og að það mikil eftirspurn eftir að komast á listan sem betur fer og við erum ánægð með það og þá bara þetta eitt erfiðasta verkefni sem svona sjálfboðaliðar í Sjálfstæðisflokknum fá víð land og var líka hjá mér í Reykjanesbæ að það að velja úr öflugum hópi liðsfélaga hvernig á að stilla upp sterkasta liðinu hverju sinni og þannig að það þarf að komast að niðurstöðu. Já, 2 borgarfulltrúar bara settir alveg út í myrkri, Já, það hefur ekki verið auðvelt, bara 2 öflugir borgarfulltrúar sem fengu ekki, þannig að ef þú ætlar að einhvern veginn að breyta liðinu þá mun alltaf kosta eitthvað, en ég segi að þetta hálfgert lúxusvandamál að koma ekki öllum fyrir og þó að vera ekki allir jafn sáttir heldur en að vera ógeðslega ánægðir að ná að manna listan bara með einhverjum eins og mörg framboð og að lenda í, þannig að við verðum að taka þessi óþægindi þó að þetta sé aldrei gaman að sjá eftir öflugum félögum sem að komast ekki á listan. En Vilhjálmur, í síðustu skoðanakönnun var ekki prósent sem var með hana núna í vikunni? Jú, varandi landsmálin. Já, þá Sjálfstæðisflokkurinn komin í þessa neyðarlegu tölu 13,7 sem nákvæmlega sama og Davíð Oddsson fekk í forsetakjörinu. Alveg bara gramm. Nei, þetta fyrir ykkur öll hlýtur að vera mikið áfall. Nei, þetta ekki áfall að fá svona skoðun en þetta bara sýnir það að við verðum bara að gera betur og við þurfum að fylgjast með þessu og taka þessu alvarlega. En eins og ég sagði bara áðan hérna í byrjun með landsliði, þú hættir aldrei og þó að þú lendir undir að þá bara leggur meira á þig. Og nú það bara okkar að vera skýr valkostur og sýna úr hverju við erum gerð sem það bara að leggja áherslu á ábyrgari rekstur þannig að borgarbúar geti fengið hér lægri álögur og nýta stærðarhækkandi borgarinnar. Við viljum breyta skipulagsmálunum þannig að verði fleiri sérbýli og fleiri lóðir þannig að ungt fólk og aðri geti eignast sína íbúð. Og við viljum gera breytingar í leikskólamálum sem að meirihluti sveitarfélagið sem Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta hefur tekist rosalega vel víð land. Við höfum bara sýnt það og ef þú skoðar bara hringinn í kringum landið þar sem Sjálfstæðisflokkurinn að stýra sveitarfélaginu þar eru leikskóla og skólamálin í betri málum þar rekstur sveitarfélaginu í betri málum þar álögurnar og íbúðirnar lægri og íþróttalífið ánægt. Þannig að þetta bara skýr mælikvarði þar sem við látum verkin tala og við og þó við séum 1% og 1 þingmanni minni heldur en Samfylkingin á þinginu núna að þá erum við lang stærsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Já, ennþá. Við erum með 113 sæti núna mann rétt, með helming allra kjörna bæjarfulltrúa á Íslandi og við ætlum bara að styrkja þá stöðu og verðum bjartsýn. Það að gera. En Samfylkingin þeir byrja að stilla upp þannig Reykjavík og Hafnarfirði? Jú, Reykjavík og Hafnarfirði og það komið á fleiri stöðum. Ég svo sem maður hefur ekki náð að fylgjast með öllum núna samhliða þessari kjördæmaviku en það eru komnir sterkir listar fram, bæði á þessum 2 stöðum og síðan verið að stilla upp í Kópavogi og víðar.
Já. Þannig að þetta eru bara gríðarlega spennandi tímar og bara frábært og reyndar, það getur verið erfitt að vinna með af því að það eru margir sem vilja taka þátt, sem eru auðvitað lúxusvandi en á sama tíma erum við náttúrulega, sýnist mér að ná að stilla upp gríðarlega öflugum listum, öflugu fólki til þess að takast á þessi verkefni. Við má ég spyrja hérna, Eva, sem starfsmaður borgarinnar, ég því hljóti að svona hugsa svona hvað verður? Já, koma nýjir húsbændur? Já, við hugsum þetta að einhverju leiti, þú veist hvað, sérstaklega eins og ég var að tala áðan, í hvað, þú veist hvað ætlar fólk að stefna í hvaða átt, í raun og veru þá bara framfylgjum við bara okkar starfi bara framfylgja því sem að pólitíkin á hverjum tíma sem er í meirihluta ákveður og því skýrara, því auðveldara er það fyrir okkur að framfylgja því, þannig að ef það er alveg skýrt í hvað átt við erum að fara, það er yfirleitt bara gaman að vinna því. Þannig að alveg líkum við, ekki alveg, augljóslega, hvað það er, en svo lengi sem það er í þá borgarbúa, þá er það. Þannig að þið er ekki að hugsa ekkit frekar en starfsfólk í ráðuneytum er að velta fyrir sér þessu, en þetta er bara svo hvað annað vinnustaf, maður velti fyrir sér hver verður nýi yfirmaður, en það er bara eðlileg pæling. Var ekki, Inga Sæland, var ekki margir sem að fóru sem hún sagði upp í ráðuneytinu, held ég. Jú, þau breyttu skipuriti ráðuneytisins og fækkuð þarna á skrifstofu stjórnarhaldi og breyttu. En svo er það náttúrulega, með nýju meirihluta koma nýjar áherslur og það getur auðvitað orðið skipulagsbreytingar í tengslum við það, þannig að það fylgir þessu einhver, að því að segja orð ársins í óvissa, það er auðvitað einhver óvissa, maður veit ekkert. Það gæti þess vegna koma einhver sem myndi ekki hafa samskiptadeild, ég veit ekkert það. Þannig að maður þarf alltaf að velta fyrir sér öllum möguleikunum á þessum tíma, þó ég myndi ekki mæla með því að það væri, að því að það er alltaf meiri og meiri krafa upplýsingagjöf á öllum mögulegum toga. En þú veist, ég held að mörg okkar, við höfum líka bara gaman að þessu, það er gaman að sjá tekist á þau málefni sem okkur er annt og gaman að sjá einhverja framþróun í því ef að það er og bara til besta mál að lýðræði fá að ganga sinn gang. Ég held að líka, og þarna er þetta kannski ekki alveg á 4 ára fresti, eða það getur breytt meira hluta af annað slíkt, en þú sér því sem stóru fyrirtækjum, þá getur bara allt einu verið konið nýjir eigendur og ný stjórn daginn eftir og farið ekki áherslu en eina fyrirvara, þannig að þetta og ég tek bara undir að það eru pólitíkusarnir sem eiga að taka ábyrgðina á rekstrinum og starfsfólki bara gerir sitt besta og er öflugt og allt það, en það eru stjórnendurnir sem eru þeir lýðræðislegu kjörnir sem er bara að stýra því og bera ábyrgð. Og því skýrari línu sem þeir setja, því betra fyrir starfsfólki að sjálfsögðu. Nú ætla ég var svona gamall og ryggfallinn að ég var að byrja að selja áfengi í skíðabrekkunum og það er ekki nóg að vera svo lélegur og síðum, heldur fullu líka, það er svona. Og jóvunalag, En fólk verður að bera ábyrgð á sjálfum sér einhver leiti. Það er aðrir í brekkunni. Já, það er aðrir í brekkunni. Ég hef aldrei, það henta mér ekki að drekka áfengi á skíða. Ég myndi aldrei gera það. Í bandarískum brekkum þá er engin kúltúr fyrir því. Ég hef skíðað mjög mikið og víða. Það er ekki þessi sami kúltúr að fá sér eitthvað upp í fjalli. En það er mjög gaman til að koma niður. En þetta er líka á íþróttaleikjum og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara liður í auknu frelsi og fólk verður bara að vera, ég er sjálfur í skoðun að við bara treysta fólki til þess að fara vel með það frelsi sem það fær á öllum mögulegum sviðum. En ég veit ekki hversu góð hugmynd þetta er endilega. Ég verð að segja, mér finnst íþróttir og áfengi ekkert endilega eiga voða vel saman og þegar maður horfir á skíðabrekkur, af því að ég skíða nú svolítið sjálfur, að þá maður treystir öðrum í brekkunni líka, að maður verð ekki skíðaður niður, af því að maður fer á nokkuð mikilli ferð og þá er bara mjög mikilvægt að öll skilningavit séu til staðar. Ég á nógu erfitt með að standa á þessu, þó að maður sé nú ekki undir áhrifin líka. Þannig að ég held að fólk þarf að fara mjög varlega, finnst mér, hvað þetta varðar, að vera ekki að fara yfir eitthvað strik, en ef maður horfir síðan til Evrópu, vissulega er þetta einhver þekkt þar,
en mér finnst svona að við ættum frekar að vera íhaldsamari í þessu og reyna að draga úr þessu á þessum stöðum. Þarf ekkert endilega að fara vel saman. Sko. Svo hver beri ábyrgð sjálfur sér, þá er bara sumir sem geta það ekki. Sko. Nei, ég veit það. En ég held að það eru meðalvoru samt. Það er rétt. Og ég held að það breytist ekki hvort að það sé selt í skíðabrekkunni ekki. Sko. Mér finnst við Þú getur alltaf tekið þetta með þér. Mér finnst við alltaf svo það er náttúrulega. Við ofhugsum hlutinu nefnilega svo rosalega mikið. Og ég sagði hérna áðan, íþróttir svo miklu meira heldur en bara kappleikurinn sjálf. Og þetta er eitthvað félagslegt og hérna skíðin sem tómstund fjölskyldunar, þetta saman að fjölskyldunar, þau fara í skíðabrekkuna, fara þú út og hreyfast í staðan fyrir að vera heima í tölvinu og eitthvað svona. Og mér skildist það nú að stærsta ástæðan fyrir því að þetta var farið, að því að þetta var mest að vinna starfsfólk skíðasvæðina að tína upp áfengis ílátin sem að einhver annar kom með sér. Þetta hef ég reyndar aldrei séð upp í, ekki eins og í Bláfjöllum. En það hafa þeir staðið sem vilja að hreinsitt upp. En málið er bara það að þetta er bara hluti af einhverju menningu og við breytum ekkert einhverju menningu að hegðum fólks með boðum og bönnum. Þannig að við getum sett boð og bönn til þess að banna. Það er bannað að neyta áfengis og keyra bíl til dæmis. Já, það keyrir samt fullt af fólki tímið. Og eigum það við eigum að hætta að kalla það menningu og kalla þetta brómenningu. Nei, sko, ég er bara að segja, við erum bara að gera umhverfið þannig að sem flestir fari vel með þetta og það fari eftir einhverjum reglum og leikreglum fram. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Og ég var bara ánægður að lögreglan fór strax og bara leið að byrja að selja þetta í brekkunni og þá létu alla blása og sýndu bara, hér verður tekið hart á því öllu saman og það er fylgst með og það er þetta reglur að selja ekki fleiri en eitthvað ákveðið marga eða eftirvert hættur að skíða, hvernig þetta er, ég veit ekki hvernig það er. Það er eins með íþróttakappleikina. Og svo erum við alltaf einhvern veginn að fókusera á þessa íþróttir að því að börnin okkar eru í íþróttum og svona. Þetta er ekki sagt, ég var að koma beint að íþróttamóti hér, en það er ekki seldu bjór þar, sko. En þegar þetta er orðin einhver meiri viðburður og svona, svo fer maður með börnin sín í leikhús og eitthvað, þá var alltaf allir sé að drekka vín og svo og ýmsa aðrar samkomi sem við tökum börnin okkar með. Þar mega allir drekka bjór. Og við förum með til Spánar og Sólaströndina, það má drekka bjór allan daginn. Þannig að af hverju stundum og stundum ekki. Þannig að þetta snýst bara almennt það, hvernig að við bara meðhöndlum þessa löglegu vöru samt sem þetta sé engin venjuleg var. Þetta sé ekkert eitthvað, það þarf bara, ég held að við bara setja fókusin menningin það hvernig við göngum vöruna, en ekkert alltaf verið búið að bönna þetta á ekki við hér, en svo er okkur alveg sama hér. Við erum með fókusin á kolvitlausum stað. Þannig að við þurfum að fara að auka eftirlit lögreglu í kringum skíðasvæðin. En það sem að gerist með leið, bara því miður er staðan þannig, þó ég hef aldrei drukkið áfengi sjálfur, að þá bara mæta fleiri á kappleikinu, þá mæta fleiri í þessa viðburði að því að það er einhver stemming í kringum þetta og vinahópan vilja fara frekar. Þannig að við verðum bara að við viljum að fleiri mæti íþróttaviðburði og gangi auðveldar að reka íþróttafélagið og gera íþróttum harjundu höfði og stundum er bara þarf þetta að vera til staði til þess. Það er samt spurning, þú veist, þarf alltaf að vera vín. Ég meina þetta er líka einhver partur af einhverjum kúltúr, frekar heldur en að boð og bönn endilega í viðvegna þess að það er alltaf fólk sem fer bara fram hjá því. Þess að vera að breyta kúltúrnum en ekki setja boð og bönn. Já, og þú veist, mér finnst óþarfi persónlega að það sé verið að bjóða upp á áfengi og alls konar tilefni. Það er líka, þú veist, ég vann í 16 ári í Bandaríkjunum, kom heim og ég var alveg búin að gleyma þessum svona vinnustæðakúltúr að fólk er alltaf að fara eitthvað saman og svona, ég bara var búin að gleyma þess að þetta væri partur af þessu. Ég geti að segja þetta sé slæmt, en það er bara ætlast til þess að þú farir út og þú sett með og það getur verið mjög gaman, en þessi tenging vinnu og skemmtana, það er meira hér heldur en myndi ég segja á flestum öðrum stöðum. En þetta getur líka verið ætturætt. Það getur verið það og við erum náttúrulega svolítið meira í gamla daga var náttúrulega bara, þú veist, það mátti ekki drekka bjór, það mátti ekki drekka vín í hádeginu og nú erum við að losa og þá þurfum við líka einhvern veginn að vera með umræðum hvað finnst okkur í lagi, hvað er normið og hvað er eðlilegt. Þannig tekið 100% undir með þér, þannig að við setja fókusin.
hvað eðlileg menning og hvernig viljum við hafa þetta, staðan fyrir að vera bara einhvern veginn alltaf berjast á móti einhverju sem að, vatnið lagt á stað þarna, hvernig ætlar að breyta farveginu staðan fyrir að reyna að stífla þetta, sko. En þau tíðindi berast úr sjálfstæðisflokknum að það eru svona fyrir heimaðalistinn, hann er hættur og var ekki líka á Akureyri eitthvað sem að, hvar var annars það sem að Ég var að fá umbót til mín. Já, umbót heitir það. Við bæjarmálafélag umbót í Reykjanesbæ sem gengið við til ykkar. Á einn bæjarfulltrúa, já. Var það klofningur út úr sjálfstæðisflokknum? Nei, það var þau byrjuðu þessi hópur sem er bak við umbót. Þau buðu fram undir merkjum Miðflokksins þegar Birgir Þórhallsson var. Þetta hún Margrét Þórhallsdóttir, systir hans. Þannig að hún var fyrst bæjarfulltrúi Miðflokksins í Reykjanesbæ fyrir 8 árum og svo þegar Klaustursmál og fleira komu upp og þá hætti hún í Miðflokknum og bauð fram undir merkjum umbótar. Og þetta er bara mjög öflugur hópur fólk sem að hafa vissulega öll verið í sjálfstæðisflokknum og verið sjálfstæðismenn áður en að þetta fóru sínum tíma en þau hafðu ekki verið í framboði eða trúnaðarstörfum hjá okkur og þannig að þau eru bara búin að standa sig mjög vel og unni mjög vel með sjálfstæðisflokknum núna í minnihlutanum í Reykjanesbæ síðustu 8 ár og verið nánast 100% samstíg alveg í því þannig að það er mikið fengur fyrir okkur að fá þau öll yfir til okkar. Svo er aftur klofningur á Akureyri. Já, Þórhallur Jónsson. Sem var ósáttur við sitt hlutskipti í prófkjöri. Já, hann var svolítið... Nei, þau voru möndli, þetta er mikið meiri saga. Já, hann var ósáttur það að hvernig prófkjörið fór fram. Það var ákveðin röðun og eftir að það var ákveða röðunina þá fór maður fulltrúaráðsins sig fram, sko, en hann vildi meina röðunin hefur ákveð að því að var ekki umdeildur oddviti, þannig að hann bauð sér svo fram í oddvitan eftir að Berglind býði sér fram og náður bara ágætis árangur í því frambóði, sko, og þannig að hann, en ég veit ekki hvort að, ég hef ekki heyrt það hvort að það sé einhver hópur eitthvað að fara með honum, sko. En í Vestmannum var ég að segja, mjög flott hjá Írisi að fara, hún er nýbúin að fá rosalega góða könnun sem sýnir rosalega ánægju með hennar störf og svo bara, þú veist, minnst þetta cool. Ég er alveg viss það að það er búið að gera díl hérna, sko. Ef Sjálfstæðisflokkurinn er meirihluta, þá verður hún bæjarstjóri. Já, ég veit ekki. Já, alltaf það. Já, ég þekki það ekki. Ég þekki ekki heldur. Ég er bara aðeins að pæla. Það er allavega ánægilegt að sjá það að núna er prófkjör framundan í Vestmannaeyjum og það eru 14 frambjóðendur ef ég man rétt sem er búin að bjóða sér fram í prófkjörinu. Það er mikill áhugi og það eru allavega 2 sem voru í frambjóðinu með Írisi fyrir Heimaey sem eru bjóðu sér fram í því prófkjöri og við bara fögnum öllum félögum sem að koma heim. Það er bara þannig. En það er smá vesina á Akureyri það sem að Þórhallur Jónsson, hann hafði að koma með sér frambóð. Hann ætlar að koma að Akureyrarlistan, já. Og sáttu við niðurstöðu í prófkjöri, þetta gerist nú hverja kosningar. Var ekki köttur sem fór í frambóð eða eitthvað? Já, það var kattaframbóð á Akureyri einu sinni. Já, það var Snorri. Já, og mér finnst þetta að aukist mikið eftir bankahrunið og eitthvað svona, þessi tortryggni koma að það var allt inni auðveldar að stofna frambóð bara og fara í frambóð. Ég er ekki meina að það verið auðveldar lagalega síðan, það bara fóru fleiri að gera þetta. En núna bara er ánægilegt að sjá samt að fólk er bara komið tilbaka og byggja upp flokkinn og gott að valkostuna. Að verka vinna. Já, og ég er ekki að segja að sjálfstæðisflokkurinn að gera þetta allt rétt. Örugglega hefur einhver framkvæmd innan flokksins ekki verið rétt til þess að hafa ítt undir þetta, sko. Það eru verðbólgan hérna ekki? Nei. Hún er ennþá of há. Mælist í Daði ætlar að kynna núna bara morgun held ég, eitthvað aðgerð gegn verðbólgunni. Daði Már
fjármálaráðherra? Ég ætla að vona Ég er það. spenntur. Ég er búin að bíða í meira en ár, sko. Það eru allir spenntir sem búa hérna og lifa við þetta. Ég er búin að segja, sko, ef að stýrivextir lækka hérna, þá er þetta bara óbyggilegt. Það er fullt af fólki sem getur ekki lifað inn í þessu hagkerfi. Það gleymum því ekki að stýrivextir hafa lækkað frá því að var búið allir kosninga og verðbólga vissulega líka, en verðbólga er samt sem var allt og há en þá. Þú veist þetta öruglu þínu fyrra starfi, sko. Það var fólk sem ræður bara ekki við þetta. Já, ég fylgist mjög vel með því hvað er að valda líka, þessari verðbólgu sem er til staðar og ef við rýnum eins og í þessa nýjustu mælingu, þá er verðhækkanir á smásölumarkaði eins og ASI benti á núna í vikunni að það er gríðarlega miklar hækkanir þar sem er eitthvað sem að þarf auðvitað að stíga þess inn í og reyna að finna hvað veldur, hvað er hægt að gera til þess að draga úr og ég held að það sé auðvitað komin tíma á það að nú er náttúrulega ríkisstjórnin er að axla ábyrgð hvað varðar rekstur ríkisins sem er auðvitað svona grunnurinn í því að búa við stöðuleika. Það er að ríkissjóður sé rekinn almennilega og stöðuleiki myndist þar. Það hins vegar dugir ekki eitt og sér í heildarmyndinni. Það eru auðvitað fjöldi annara þátta sem valda verðbólgu og þar eru auðvitað, eins og ég segi, smásalan, það er það að fyrirtæki hækka gjaldskrár eða verð sín til neytenda. Það hefur alveg verið bent á það ansi lengi líka hvaða áhrif eða hvernig við mælum verðbólguna. Ég er ekki að segja að við séum að mæla hana með röngum hætti endilega, en það er svona ákveðnir þættir í útreikningum á bakvið þetta sem hefur áhrif. En horfum til dæmis á þær breytingar sem eru að verða á fasteignamarkaði núna. Nú eru kannski markaðurinn er mjög kaldur, það er tiltölulega lítið verið að selja, þó eitthvað. En það við búið að byggja 100 eða 1000 íbúða sem eru bara sem eru yfirverðlaðar að mörgu leyti og henta kannski ekki alveg ég held að margar hendi en verðlagningin er há og ég sá fréttir í vikunni þar sem að fyrirtæki voru að kaupa mikið magn af íbúðum sem eru þetta gott og vel 49 íbúður held ég og ef maður horfir síðan á frá Vaskifirði, bara útgerðarfyrirtæki þar ef maður horfir síðan á verðið á íbúðunum sem að fyrirtækið er að kaupa þá er það sennilega 15-20% lægra heldur en markaðurinn er í dag en gleymum því það ekki að þegar að fyrirtæki lögaðilar kaupa íbúðir þá mælist það ekki í mælingum Hagstofunnar sem að mér finnst svona spyrir mig alltaf hvort að það sé þannig sem þetta eigi að vera hvort þetta sé ekki bara hluti af markaðnum en ég held að undirliggjandi séu þetta sem við þurfum að rýna í hvað geta aðilar gert til þess að taka höndum saman til þess að ná þessu niður Ég svona kannski ég hefði fyrir einhverjum árum síðan og kannski geri ég það bara að kanna núna sölu á matvöru til að selja spjúu, pilsur, kjötbúðingur, þessar svona gjörunnu vörur sem ódýrari, er kannski salan og þeim að aukast. Það getur verið. Já, og þá erum við komin í búið til annan vanda. Já, það er heilsufar. En ég bara spyr Kristján félaga minn, hvort var sleggju myndbandi tæknibrella eða tókstu sleggjuna af Kristurinn aftur sem lánaður henni, að því að þetta... Þú hefur ekki fylgst nú vel með myndbandinu? Það voru tveir hagfræðingar í fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu og þau gera allt öfugt miðað við alla aðra hagfræðingaráðgjafi á Íslandi og þau eru að reyna að alltaf segja tala um það hvað verðbólgan var há og af hverju vextina voru svona. Og nú er nýbúin að vera opinn fundur með Seðlabankanum, með peningastefnunefndinni í efnahags- og viðskiptanefnd sem að Samfylkingin stýrir nú og þá kom þetta bara svo augljóst fram. Vextirnir og verðbólgan fóru upp að því að hér komu stríð eftir stríð, svo kemur jarðhræringar og COVID og allt það og svo voru þetta að byrja að lækka mjög hratt og það var síðasta ríkisstjórn endaði því að rétt fyrir eftir að búa til kosningar að sína mjög aðhaldsöm fjárlög og náðu að birta fjárlög sem lækkuðu stýrivexti rétt fyrir kosningar
þar sem oftast farið að eyðslufyllir í og allt saman. Við náðum rosalega ábyrgum ríkisrekstri og náðum þannig að hjálpa Seðlabankanum að takast á við verðbólgun og vextinni. Þessar ríkisstjórn á einu ári ef ekki búið að takast bara einu sinni, heldur tvisvar að stoppa vaxtalækkunarferlið. Og Seðlabankastjóri sagði einmitt á þessum sama fundi að þá fór hann yfir COVID og Grindavík og stríðin og allt það, en svo þegar að koma að vöxtunum og verðbólgunni núna og útgjaldaaukningu ríkissjóðs upp á 143 milljarða, þá hafði hann enga útskýringu á því. Býtu, af hverju verið að leggja fram fjárlög með 143 milljarða? Og hvað sagði þeir svo með áhrifin á verðbólguna? Ríkisstjórnin alltaf að tala að kílómetragjöldin og vörugjöldin og allir þessi 30 milljarða skattahækkanir hefði bara 0,5% hækkun þarna og eitthvað og þetta var allt inn á endingar. Já, það eru beinu áhrifin svo einskiptist, það getur vel verið að það sér ég. En óbeinu áhrifin þegar ríkisstjórnin bara að setja skatta og gjaldahækkanir alveg ítrekkað að þá aukast verðbólguvæntingar atvinnulífsins og smásölunar að sjálfsögðu sem að fá 4% launahækkunin þannig að þau segja með allar þessa aukna álögur og það alltaf hækka þá verður við að setja 4% launahækkun inn í núna og nota ferðina þannig að óbeinu áhrifin að aðgerð ríkisstjórnarinnar að skila 143 milljarða útgjaldaaukningu og hækka allar þessa álögur það að keyra upp verðbólguna og hún aukin verðbólguþrýstingur þó að sé ekki húsnæðisverð að hækka þetta. Þannig að þetta algjört falleinkunn sem að Seðlabankinn og allir aðrir að senda þeim á sama tíma. Hér verður mótmælt eftir augnablik. Já, en þessu, en svo ofan á þetta allt saman, að þá ætlaðu að auka enn á óvissuna með launavísitölutengingunni og þannig að það bara orðið óvissa kemur aftur fyrir og það hækkar verðbólguvæntinguna og þá hækkar verðbólgan og hverju lenda verst í þessu? Það þau sem þau þykjast vera að hjálpa. Eldri borgarar og fólk á lægri launum en þau koma langverst út úr þessu og fólkið á sparnýttari bílunum og eldri bílunum þau komið verst út í kílómetragjaldinu þetta bara algjörlega galið. Það bara hluti eldri borgurum sem hefur það mjög skýtt sko. Ég veit það og þau koma verst út úr þessari verðbólgu þrýstingi sem þau eru að setja þarna á. Já, og það bara engin útskýring fyrir sem 143 milljarða útgjalda hækkun. Kristján Þórður. Já, hvað að leyfa Vilhjálmi að ranta eins bara þetta, þú veist. Það sem þetta dæmigert ef við horfum bara á þetta einstaka mál sem verið að ræða inn á Alþingi og hann nefnir hér undir lokin almannatryggingar og það að tryggja að greiðslur almannatrygginga fylgi launavísitölu Hagstofu Íslands. Það búið að standa í lögunum í áratugi að greiðslur almannatrygginga skuli fylgja launaþróun eða lágmarki verðlagsbreytingum. Þessi launaþróun, maður hefði nú haldið að það ætti að ná svolítið utan þetta, að láta þetta fylgja raunverulega því sem að gerist á markaði. Launavísitala Hagstofu Íslands þetta besta leiðin til þess að mæla raunverulega launaþróun á landinu. Síðan því varpað fram að þessi sami hópur, og taktu eftir, þetta hópurinn sem með minni lífeyrisréttindi og lífeyrissjóðum, sem hefur að verst að sá hópur eigi að valda verðbólguvæntingum og ídundi verðbólgu og það sé sá hópur sem að standi hvað verst og megi ekki hækka og maður svona mest konur mikið konur og bara fólk sem býr við verstu stöðu í samfélaginu en þetta sé hópurinn sem eigi þá að axla ábyrgð á verðbólgu hvers tíma og við heyrum þetta bæði hér við borðið og inn í þingi reglulega núna þegar við ræðum þetta mál. Þetta auðvitað hópurinn sem að samfélagið á að standa vörðum. Þetta hópurinn sem að verður að tryggja að geti framfleytt sér. Þannig að ég held að það sé þetta bara gríðarlega mikilvægt að klára þetta mál og tryggja að þetta komist á. Þetta mun ekki setja ríkissjóð á hliðina eða valda verðbólgu eða verðbólgu þrýstingi. Það sem auðvitað skiptir miklu máli það sem komið inn á varandi verðbólguvæntingar. Við erum auðvitað að koma út á tímabili þar sem að verðbólga var 10% og sú ríkisstjórn sem var við völd þá gerði ekkert til þess að draga úr þeirri verðbólgu. Verðbólgan hefur sem betur fer helmingast frá þeim tíma og stýrivextir hafa lækkað á sama tíma
En raunvextir á Íslandi eru mjög háir ef maður horfir á svona samhengi hlutana. Þannig að við þurfum, og ég held að þetta sé það sem að öll þjóðin þurfa að taka höndum saman að draga úr verðbólguvæntingum. Þannig að sé ekki sjálfsagt að vera að hækka verð á vörum og varningi. Og þannig náum við verðbólgu niður. Þetta segir Kristján Þórður. Hann nefnir ekki eitt dæmi hvernig þessi ríkisstjórn hefur gert eitthvað til þess að lækka vexti og verðbólgu. Ekki eitt. Og ég veit ekki neitt dæmi. Í ríkisfjármálum skiptir gríðarlega miklu máli. Hvernig sýnir þið aga í ríkisfjármálum? Ég veit ekki eitt dæmi til þess, ekki eitt. En svo þessi einföldun með launavísitölum hjá honum. Við höfum aldrei sagt að þessi hópur sé að valda. Við erum að segja að ríkisstjórnin, við erum að segja að leikreglunum sem ríkisstjórnin er að búa til í nafni þessa hóps það sem er að valda verðbólguþrýstingnum og er að óvissunni. Það vandamáli. Við höfum sagt, þetta hópurinn sem við höfum verið að hugsa og viljum hugsa áfram og hvernig höfum við gert það? Með að lækka skattbyrðin á þau, með að lækka skerðingarnar, og nú eru útgjaldi 100 til... Já, reyndar við lækkuðum skerðingarnar? Nei, við lækkuðum skerðingarnar og þið uppfærið okkar kerfi. Við kláruðum kerfisbreytingarnar. Við hefum ekki bara að fara að skilja strákan eftir þetta. Fyrir utan þessi mál, þá má alveg líka ræða samkeppni á lánamarkaði. Það má alveg, neytendur hafa ekki marga kosti þegar þeir ætla að taka lána því þeir að tala að húsnæðismarkaðurinn sem kaldur. Það er ekki bara vextirnir, það væri alveg hægt að bankarnir, það væri nú gaman ef þeir væri í smá samkeppni. Þeir skila nógu miklum hagnaði. Ég veit að við í Reykjavíkurborg höfum reynt að fá einhverja styrki fyrir einhverja hluti eins og sjóði og annað og það er bara, þá er ég bara að tala eins og til listafólks, eitthvað svoleiðis. Og þá er það aldrei pening, þannig að þeir eru ekkert mjög gjafmildir á þennan hagnað sinn, hvorki til neytenda né annarra. Hátt í 100 milljarðar í fyrir sko. Já, og það væri nú gaman að sjá eitthvað af því fara niður og auðvitað standa þeir verst sem skulda eitthvað. Þannig að meðan að vextirnir eru svona háir. Þetta voru alveg notalegt fyrir fólk sem á alla sínar eignir. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli held ég að fá samkeppni á þennan markað. En maður býður svolítið eftir að verða eitthvað gert. Ríkið á þetta, Landsbankann og stærstan hluti í honum eða allt og ég held að ef við horfum líka bara á allt umhverfið kringum okkur og ekki það maður ætla að fara út í einhverja Evrópuumræðu en þá auðvitað öfundar maður svolítið fólk lönd í kringum okkur að vera í þeirri stöðu að geta treyst á það að gjaldmiðillinn hann stendur sína plikt. Vaxtakjöri eru önnur, við getum gert betur í útgjöldum vegna tryggingamála og ýmis svona fjármálaþjónustu sem að væri hægt að hafa meiri samkeppni í. En við verðum að hætta þessu. Já, ég verða samt að segja eitt sko. Það er bara alveg eins og með blessaðan samgöngusáttmálan og þá er skipulagsmálin hér stóra vandamáli. Það þýðir ekkert að auka bara lækka vextina og auka aðgengi á lánsfjármagni ef það er ekki til neina lóðir. Af því að ef það er ekki tilbúin hús sko. Íbúðir í 100 tali. Já, en hvernig hús eru það? Það er rándýra blokkaríbúðir sem að fjölskyldu fólk kaupir ekki. Þau getur bara skoða öllu opinberu gögnum það að ungt fjölskyldufólk sem er að stækka við sig að fara í 2-3 svefnherbergja íþrótti. Þau vilja ekki búa í sérbýli og þau vilja ekki kaupa nýbyggingu. Þannig að það á að byggja minni sérbýli eða fjölbýli fyrir fólk 55 ára eldri sem að flytur úr sérbýlinu sínu og losar fyrir fólkið. Það er rétti. Þessar lóðir er ekki til og þá þrengist alltaf markaðurinn og það er búið að hækka verðið. Þannig að núna á stjórnartíð Samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg er lóðakostnaðurinn orðinn 18% og það er hæsti vaxtakostnaður sem fjölskyldanir í þessu landi eru að borga að það er lánin sem þeir að taka fyrir 18% lóðakostnaðunum sem var ekki þegar Davíð Oddsson stýrði Reykjavíkurborg en kom þegar Ingiborg Sólrún fór að stýra. Ef við horfum líka, það er líka verið að ýta undir framboð á hagstæðu íbúðarhúsnæði, hlutdeildarlánin, við erum búin að vera að bæta fjármagni þar og munum gera fleira til að styrkja það. Það er verið að brjóta nýtt land, það er verið að brjóta nýtt land í borginni líka. En það er fjölga lóðuna fyrst. Það er verið að því. Bara lóðaverðið hækkar endalaust í ykkar vakt. Það er verið að bæta við lóður. Já, allt í boði Samfylkingarinnar og skipulagsmálin. Herðu, við ætlum að enda þetta núna. Kristján Þórður,
Vilhjálmur og Eva Bergþóra, takk fyrir komuna. En hér á eftir ætlaði ég að ræða við Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð, Gylfadóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra og alþingismann. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði svo mikil dauðans alvar. Ef það ekki gleði, þá vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagalleríið Stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Já, komið sæl, við höldum áfram hérna með rauða borðið og nú komið til mín aufúsu gestur, það Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Sæll og blessaður. Sko, með ég var undirbúið mig undir þetta, þá datt mér að byrja bara reykspóla strax. Já. Ertu í réttu flokki? Já, ég í réttu flokki. Ég gekk í Sjálfstæðisflokkinn þegar ég var 19 ára. Já. Og það sem dró mig í flokkinn voru þessi svona grundvallaratriði, þú veist, þessi grundvallar gildi og ég valdi þess vegna Sjálfstæðisflokkinn. Auðvitað, sérstaklega, ég meina Sjálfstæðisflokkurinn sögulega hefur auðvitað verið mikil svona breiðfylking og maður fann það strax þegar ég mætti minn fyrsta landsfund árið 2007, þá var ég að vera 20. Að þar innandyra var auðvitað fólk með alls konar skoðanir og þar finnur, þú veist, bæði svona, hvað ég segja, þar frjálshyggju fólk, þar mjög íhaldsamt fólk, þar frjálslynt fólk og það hefur auðvitað alltaf verið svona opinbera leyndamál Sjálfstæðisflokksins, þú veist, velgengni Sjálfstæðisflokksins, það að þar hefur verið pláss fyrir alls konar fólk. Ég hef auðvitað alltaf verið svona frjálslyndis megin í Sjálfstæðisflokknum, alveg frá því að ég byrjaði hóf þar störf. Síðan hefur auðvitað alveg margt breyst í pólitíkinni, ég meina við erum með Miðflokkinn og við erum með Viðreisn og þessi flokkar voru ekki til þá og við sjáum það á fylgistölum að þegar að kvarnast úr Sjálfstæðisflokknum að þá fer það helst til þessara tveggja flokka. Mikið rétt. En ég hef alveg stundum verið aðeins hugsi þegar þessu veltu upp að því ég heyri það auðvitað víða og oft spurð hvort ég vilja áfram verið Sjálfstæðisflokknum og ert á leiðinni í Viðreisn og eitthvað svona. Og stundum þegar ég að skrifa til dæmis alþjóðamál og alþjóðasamstarf að þá fólk að nefna það. Og stundum hugsa ég, ef að fólki finnst ég ekki vera á réttum stað, þá veit ég ekki hvort það segir meira til mig eða hvernig það upplifir Sjálfstæðisflokkinn. Vegna þess að flokkurinn auðvitað stofnaður á grundvelli, þú veist, einstaklingsfrelsis, víðsýnni umbótastefnu og alþjóðasamstarfi. Já, það nefnilega, þú skrifaði mjög góða grein í Viðskiptablaði núna og þegar maður lesa hana þá talar til dæmis bara ógnir, það ekki bara hernaðlegar, það líka efnaðslegar og þess vegna þurfum við þjóðir að vera saman í bandalagi. Þetta bara ESB. Já, Ertu þeirra skoðunar? Ég ekki þeirra skoðunar að það sé augljóst að Íslandi að ganga í Evrópusambandið. Ég hins vegar þeirra skoðunar að við verðum einfaldlega að horfa á veruleikan eins og hann og reyna að sjá fyrir hvað það getur þýtt fyrir okkar ef hann heldur áfram að þróast í þá átt sem hann að þróast núna. Ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að það leikkerfi sem við höfum spilað í hefur hentað okkur ótrúlega vel. Ég hef aldrei verið á þeirri skoðun í Íslandi að ganga í Evrópusambandið vegna þess að við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið sem svona það besta við Evrópusambandið og það samstarf. Við erum með hluti af EFTA, þannig að við gerum fríverslunarsamninga við lönd með Sviss og Noregi og svona Liechtenstein. Og síðan erum við með tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og erum aðilar að NATO. Og svo erum við auðvitað virkir þáttakendur í Sameinuðu þjóðunum og ÖSE og Evrópuráðinu og svo framvegis. Það sem ég hins vegar hef áhyggjur af núna hvort þetta leikkerfi haldi. Vegna þess að það hefur gagnast okkur vel, vegna þess að við höfum
staðið þeirri trú að alþjóðakerfi sé sterkt, að alþjóðastofnanir séu virkar, alls ekki gallalausar, ýmislegt gengið á, en það er samt í skjóli þessa kerfi sem að við höfum náð að sækja fram í lífskjörum og lífsgæðum og svo framvegis. Þegar að við horfum upp á okkar nánasta bandamann, Bandaríkin og núverandi stjórnvöld þar, leggja á háa tolla, hinga á þangað, stundum að þér virðist vegna þess að þjóðarleiðtogi þess ríkis móðgar forsetan og svo framvegis, að þá fer maður að hugsa, getum við staðist efnaðslegan þrýsting. Og þess vegna hef ég verið að reyna að benda á að það að vera með óbreytt kerfi eða að drífa í þjóðaratkvæðagreiðslu og drífa okkur inn í Evrópusambandið, það eru margir sem vilja það og það er það sem er á dagskrá. En það sem ég reyna að benda á er, það er líka svo margt þarna á milli. Og mér hefur fundist vanta í umræðuna að hún sé raunverulega tekin það til dæmis, getum við ekki verið dálítið sammála það að við munum þurfa að vinna að minnstakosti þéttar og nánar með Evrópusambandinu og Evrópulöndum. Þegar við horfum á Breta sem eru að þétta samstarfið með Evrópusambandinu, með öll þau tilfinningarlegu krumpuðu svona vesen þar á milli, þá eru þau samt að gera það. Normenn eru að gera það líka, sérstaklega auðvitað sviði svona viðnámsþróttar, öryggis og varnarmála, en það er til að mynda norski iðnaðurinn að svona kalla eftir allavega umræðum það hvort að þau geti einhvern veginn verið í skjóli með Evrópusambandinu þegar kemur að tollum, hvað sem verður úr því, og meira segja Kanada sem er nú miklu stærri en við og þar að leiðandi efnaðslega sterkari. Eru líka, þau ætla að vera þáttakendur í SAFE, þessu frumkvæði Evrópusambandsins eða svona mekanisma til þess að í uppbyggingu í varnarmálum, og eru líka að tala mjög til þeirra á þéttaraðirnar pólitískt, efnahagslega og öryggis og varnarlega. Ef að Bretland, Noregur og Kanada sjá öll þörf á því að þéttaraðirnar með Evrópusambandinu, án þess að þau séu leiðinni þangað inn að ganga í Evrópusambandið, hvernig má það vera að við bara þau sem ekki eru sammála því Íslandi að ganga í Evrópusambandið, virðast einhvern veginn telja enga þörf á neinni umræðu nokkra einustu breytingar á því leikskipulagi sem við erum í dag. Það er það sem ég er í rauninni að segja og mér finnst ábyrgðar hluti að leggja það á borðið og velta upp alls konar sjónarmiðum og valkostum vegna þess að þegar að kemur að innanlandsmálum þá ráðum við sjálf hér bara einn og gerum það sem við teljum best. Þegar að kemur að því hvar við eigum heima svona í leikkerfi þjóðana, að þá eru valkosti sem okkur stendur til boða og við þurfum að taka ákvörðun það. Þegar að kemur hins vegar að þróun alþjóðamála þá höfum við bara nánast ekki nokkuð skapað hlutum það að segja. Nei, en þessi þriðji þáttur hefur áhrif á þátt númer 2, hvar eigum við heima? Já, það er þessum sem ég spurði þig. Þú vitnar í mann sem heitir Jamie Dimon og segir að Amerika er ekki að vera einabáti. Hvað má þá segja Ísland, segir þú? Já. Er það ekki bara eðlilegast öll þessi umræða að fara í gang umsóknarferli og fara í gang og við fáum að kjósa hvort við viljum? Já, mér finnst allavega mér finnst allavega að skorta mjög umræðu hvað er að gerast í kringum okkur og hvaða áhrif það getur haft á okkur. Og ég segi það í rauninni bara þvert á línuna, bæði frá þeim sem að vilja mjög drífa í þjóðaratkvæðagreiðslu. Auðvitað, ég meina, utanríkisráðherrann er skýr. Það eru einstaka þingmenn í meiri hlutanum, ég meina Pavel Bartósek, Dagur Bjarkertsson og fleiri sem eru að tala á þessum nótum. En ég tek líka alveg eftir því að það eru líka allmargir sem eru ekki. Ekki að skrifa, ekki að vekja máls á þessu. Og mér finnst ríkisstjórnin, við vitum auðvitað að flokkur fólksins hefur það opinberu stefnu að Íslandi ekki að ganga inn, en semja það að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Samfylkingin talaði auðvitað eins og hún talaði fyrir kosningar og það er barað henni fyrir það, en síðan eru þetta útbúin stjórnarsáttmáli þar sem þetta er alveg skýrt, þannig að það er einn pólitíski veruleiki, þú semur hluti og stundum ekki alveg saman við það sem þú sagði fyrir kosningar. En mér hefur fundist svona skorta ykkur að skýra tímalínu, svona
efnisval og efnispunkta fyrir þessa umræðu. Þú heyrir ekki virka umræðu frá verkalýðsfélögunum, hvorki samtökum atvinnulífsins eða samtökum iðnaðarins eða samtökum í ferðaþjónustu og svo framvegis. Og ég bara vil, þú veist, ég ætla ekki að særa hana fram, en ég ætla allavega að benda á bara af hverju það. Og ég tel mig alveg vita út af hverju það ég meina það er klofið bakaland allstaðar, sko. En það nefnilega líka ábyrgðar hluti að ef opinber afstaða þessara hagsmunaaðila í samfélaginu að bara óbreytt ástand sé það sem við viljum og við ætlum bara ekki að ræða það neitt meir. Þá er það líka ákvörðun og afstaða, sko. Já, heimsmálin hafa breyst mjög hratt. Rosalega. Já, og ekki, svona Donald Trump aðaleikarin þar, en hann en þú segir í þessum breytta heimi óhugsandi að Íslands komist upp með að spila fríspil ef deilur harðna. Þá erum við bara eins og fjöður, sko. Fjúkum eftir vindi bara. Já, og það á við bæði þegar að kemur að þessum svona efnahagslegu vörnum og í því samhengi mikilvægt að við sko skiljum og áttum okkur á að þú veist við erum rík og sterk þjóð vegna þess að við seljum útlendingum vörur og þjónustu og það höfum við geta gert í krafti þessa kerfis, í krafti þess að það eru sko leiðarljósið hefur verið opin alþjóðaviðskipti, fríverslunarsamningar, þú veist, sterkar aðfangakeðjur og allt þetta og þegar að það alltaf breytast mjög hratt að það verður við að skilja, það getur þýtt að við þurfum að, þú veist, skipa okkur sko stað annar staðar eða gera ráðstafanir, stilla okkur upp með öðrum til þess að vera með eitthvað svona sameiginlegri styrk. En þá líka við það þegar ég hef verið að hamra á því að við þurfum að vera verðugur bandamaður því þá líka við í því sko þegar að því það þessi svona, mér finnst oft umræðan hérna heima annars vegar finnst fólk að ýmist að við eigum bara vera algjörlega hlutlaus, við mötum ekki verið hlutlaus bara frá því við gengum í Atlantsbandalagið árið 1949 en við höfum svo líka fólk sem ég heldur að við séum hlutlaus af því að við erum ekki með hera þá séum við hlutlaus en þetta gengur allt í báðar áttir sko, við verðum að sýna og eins og ég hef oft vitnað í Bjarna Benediktsson eldri þegar hann sagði sá sem æski frelsis þarf að sýna í verki en eigi frelsi skilið og það bara ekki innistæða fyrir þeim málflutningi og því viðhorfi sem ég heyri of oft hérna á Íslandi að það sem að gerast í kringum okkur kom okkur bara ekki við bara eigum að hafa okkur halda okkur til hlés og segja ekki neitt og taka ekki afstöðu styðja ekki, borga ekkert og treysta því bara að allir aðrir sér til í að færa þær fórnir fyrir okkur sem að við viljum samt fá að njóta það bara ekki, það mun bara ekki ganga Nei, en sko mér finnst þessi grein góður. Þú segir, í þessum rétt eins og í varnarmálum, þá getum við ekki stólað á að við séum svo smá og afskekt að engin nemi eða engin nenni að skjóta á okkur viðskiptastriði. En það bara ekki rétt. Það bara ekki rétt. Og það ógnir. Já. Og þá getur bara alveg verið að við munum þurfa að við horfum á að hagsmunamati breytist. Og þess vegna hefur mér fundist, eins og ég segi, ég meina við ættum til dæmis öll að geta samanist það sé nú þess virði að standa vörð samningin Evrópska efnahagssvæðið. Þegar að það er borið á borð ykkur viljayfirlýsing samstarf í varnarmálum við Evrópusambandið sem ekki lagalega bindandi og við höfum ekki svo mikið fram að færa að þá það gert tortryggilegt og mér finnst það bara óábyrgt. Evrópusambandið þótt fyrr hefði verið þá Evrópusambandið að fara í mikla breytingar og stórar ákvarðanir einfalda aðildarríkjum að fjárfesta í varnarmálum. Þau eru með mikinn fókus á viðnámsþrótt og svona þrautseigju samfélaga, fjölþáttaógnir, netöryggi, allt þetta. Og þar höfum við verk að vinna, þú veist, það er okkar heimavinna að sinna því. Og mér finnst það bara sjálfsagt og eðlilegt að við gerum það í samfloti við okkar vini og bandamenn í Evrópu, í álfunni sem við tilheyrum. Og þú veist, að minnstakosti að við þéttum raðirnar þar sem við getum og ég held bara þess vegna var ég að segja í hlaðvarpinu daginn að ég hefði þess ágjörð því við erum svolítið að festast í hjólförum að mér finnst umræðin svolítið vera þau sem tala fyrir því að við eigum að drífa þjóðaratkvæðagreiðslu og ganga í ESB
segja, ertu hræddur við þjóð þína, eigum við ekki bara taka umræðina, við viljum gangi í ESB, og hinir segja, ég er ekki hræddur við þjóð mína, ég vil endilega taka umræðina, Evrópusambandið bara svo glata, það er enga umræða að taka og þá er umræðinu lokið. Þetta er ekki umræða. Nei. Þetta er ekki raunverulegt hagsmunamat þar sem þú gefur fólki, því að sko, það að setja dagskrá að fara í gang með þjóðaratkvæðagreiðslu, þá ertu líka að setja mikla ábyrgð á hvern og einn sko, kjósanda í landinu. Og það verður þá að gefa þeim færi, upplýsingar, samtal, vettvang til þess að geta átt að segja á því hvað er þarna undir. Og mér finnst ennþá skorta mjög á það. Já, sko, Þórdís Kolbrún skrifar. Undanfarin ár hef ég vakið athygli á þeim ógnum sem steigjaði öryggi Íslands í heimi þar sem lög og reglur alþjóðakerfisins liggja undir skemmdum. Nú blikka viðvörun og sem, sko, svona umræðu, áttu svona umræðu inn í flokknum? Já. Er hljómkurinn fyrir hann í þingflokknum? Já, sko, þessi umræða er nú alveg tekin í þingflokknum, kannski ekki nægilega oft eða mikið, en síðan auðvitað á maður bara alls konar samtöl við þingmenn og auðvitað í gegnum nefndastarf og slíkt. En ég get alveg sagt, ég meina undanfarið að minnstakosti ár, að þá hef ég fengið mjög svona vaxandi viðbrögð frá fólki svona þvert á flokka, í rauninu úr öllum kímum samfélagsins svo litið, þvert á kynslóðir og þú veist, ekki bara frekar kalla en konur eða konur en kalla. Þannig að svona ég upplifa alveg aðeins að hlutverk mitt er kannski dálítið, ég ætla ekki að segja einkennilegt, en svona það hefur svona breyst. Já, þú ert svona jaðirinnum. Já, eða sko allan kjarnufulltrúum. Já, kannski, en sko mér finnst því samt dálítið vera það að vera í stöðu þar sem að þú veist, þú fylgir mjög svona sannfæringuðinni og þú setur bara borðið þar sem að þú veist, þitt mat og byggir það á dómgreind og lestri og margra ára reynslu og samtölum og samskiptum við fólk í öðrum löndum sem að maður hefur bara, þú veist, þekkir og hittir á ráðstefnum eða talar við á milli funda og svona. Þú veist, mér finnst það alveg gefandi hlutverk sko og mér þykir mjög vænt það að eins og segi, fólk svona þvert á samfélagið sem kýs alls konar flokka þú veist, hlusti og svona takið það til sín og hvort sem það er sammála eða ósammála og svoleiðis en það er ekki, þú veist, þetta er ekki svona eitthvað meginströms hlutverk held ég kannski þingmanns, en ég ákvað það líka þegar ég tók ákvörðun að bjóða mig ekki fram sem formaður og vissi að við vorum að fara í hérna stjórnarandstöðu að þá lofaði ég sjálfur mér og lifði sjálfur mér að gera þetta svo lítið eftir mínu höfði og mínu hjarta og það er bara hlutverk sem að þú veist, ég tek alvarlega og ég veit alveg að það er ekki allir í sjálfstæðarflokknum sammála því sem að ég er að segja eða hvernig ég segi það. Nei, þó það nú kannski. En þú veist, það verður bara að hafa það sko. Þú veist, ég er ekki að bera þetta á borð einhvern veginn að gamni mínu eða með einhverjum gestarlátum eða til þess að fanga einhverju athygli eða eitthvað. Mér finnst bara ábyrgðarhluti þegar þú ýmist býrði yfir einhverjum upplýsingum eða byggir á einhverju reynslu sem mér hefur sem ég hef bara öðlast og ég fekk tækifæri til þess að sækja mér og tók því alvarlega. Og ég hef þetta umboð, ég fæ borgað beilinnis til þess að hafa skoðun og vera, þú veist, kjörinn fulltrúi þeirra sem kusu mig og ég tel bara bæði ákveðna eftirspurn en kannski ekki síst bara skyldu mína að segja hluti svo verður bara auðvitað í annar stöð, þú ert í stjórnarandstöðu, ég meina þú ert ekki með þetta stefnumótandi áhrif skilurðu inn í meirihluta eða þú veist inn í ráðuneyti sem að ég auðvitað var með í 8 ár og það er mikil breyting en þegar þú finnur að þú hefur samt sko einhver stefnumótandi áhrif allavega á okkur umræðu að þá tek ég því alvarlega og ég vil geta hort tilbaka og sagt, heyrðu, þú veist, ég gerði það sem ég gat, þú veist, ég sagði hluti líka þegar að því var ekkit endilega vel tekið alltaf af mínum flokksmunum eða félögum
því að ég vil bara tryggja það, þú veist, Ísland sé áfram sterkt og örugt og frjálst og fullvalda, sjálfstætt og geti plumma sig í gegnum þessa ótrúlega óvissu tíma sem ekkert sér fyrir endan á, sko. Ég held að þá hlutinni verði verri áður en verði aftur betri, sko. Já, sko, ég er gamall. Sko, þegar þar síðasti formaður Sjálfstæðisflokksins var forsætisráðherra, þá er ég alveg sannfærður að almennum þingmanni hef ekki verið leyft að fara svona skjön við þingflokkin. Alveg sannfærður. Ég veit ekki með þegar Bjarni var, ég veit það ekki, en það var bara sko liðsheild og þurfti að berjast í sko menn eins og Matta Bjarna og Egil Jónsson og fleiri svona, svo voru þverir. En það tók eitthvað tíma, en það bara, sko, einingin var átt að vera mikil, sko. Já. En sko, ég held að, ég meina, ég á gott samband við formann Sjálfstæðisflokksins, bara mjög gott. Og ég held að, sko, og þótt, þú veist, og það nú kannski það sem nú líka bara held í heilbrigðismerki við þingflokk Sjálfstæðisflokksins, að sko, þú veist, við getum tekist á og þingflokksfundum og getum rætt ýmis mál en þú veist, við höfum öll bara okkar hlutverki að gegna, þú veist, og ég auðvitað er mjög fókuseruð á margra mati allt og fókuseruð en þú veist, ég er bara ósammála því, mjög fókuseruð á þessi svona alþjóðamál og utanríkismál. Og hef þar að leiðandi, þú veist, álítið það hlutverk í þingflokknum, það eru auðvitað fleiri sem að tala þann málaflokk sérstaklega og ég siti í utanríkismálanefnd en ég upplifa ekki að ég tali mikið á sko skjön, það er kannski, þú veist, það er kannski helst að vilja einhvern veginn, þú veist, opna á einhverja umræðu og þurfa svona allavega að fara í gegnum það. Svo getur menn alveg komist þeirri niðurstöðu, bara heyrðu, óbreytt leikkerfi er það sem við ætlum að veðja á, við ætlum að berjast fyrir því eða við ætlum að fikra okkur aðeins í einhverju samstarfi og þar við situr og svo framvegis og þú veist, þannig en heilt yfir held ég sé ekkit sko þannig á skjön. Nei, ég var ekki fram með látum Nei, alls ekki. Þetta er það ekki í hug, sko. En sko, þú skrifar víða hafa verið sett lög sem tryggja bætur og lífeyrir hækki sjálfkrafa í takt við reiknaða stærðir í hagkerfinu og kostnaði við heilbrigðisþjónustu verkli takt við hækkandi lífaldur fólks og síhækkandi hlutfalls aldraðir í samfélaginu. En fyrst af þetta, með bætur og lífeyri, eftirlaun og lífeyri. Mér finnst þú vera svona að það sé bara eðlilegt að þetta við skoðað og jafnvel hækkað. Já, sko, helstu rök mín í þessu máli eða málflutningur gengur út á það að ég sé ekki betur en að þetta frumvarp eins og það er skrifað sé sko óábyrgt og óskynsamlegt. Og það er svo sem, þú veist, það er ekki bara mitt mat, ég meina það eru auðvitað margir sem hafa vakið athygli á því, bæði, þú veist, hagfræðingar og umsagnir eru margar á þá leið og núna síðast bara Seðlabankinn mjög afdráttarlaus og svona óvenju skýr og dálítið myndi ég nú segja kannski slá puttana á stjórnvöldum í þessu máli. Og ég, sko, ég er ekkert að gera lítið úr góðum vilja stjórnvalda og fyrst og fremst flokki fólksins sem keyrir þetta mál áfram. En það er bara þegar þú berð ábyrgð eins og þau gera þegar þú situr í ríkisstjórn lýðveldisins þá bara þá er ekki nóg að þið helstu rökin hjá þeim fyrir þessu máli er að þau séu almennilegt fólk sem vilja gera þú veist, vera almennileg við þau sem að standa höllum fæti. Fólki fyrst. Já, en sko, en almannahagsmunir þýðir líka fólki fyrst, sko, að við þú veist, stöndum vörð sjálfbærni ríkisfjármála, að við eigum fyrir því sem við erum að gera, að við séum ekki með sjálfvirkar hækkanir sem bara geta raunverulega haft skaðleg áhrif á heildarkerfið og einmitt fólkið allt, sko. Ég las út úr þessu, sko, þú skrifaði að þú er rauninni sammála, sko, aðra þjóðir hafa farið þessa leið og svo gliðnunin haldi ekki áfram. Já, það er nú eins og Seðlabankinn benti sjálfur á, sko, að það þyrfti nú að vinna betra áhrifamat á þessu frumvarpi og sína sömuleiðis fram á þessa gliðnun. Sko, ég ger ekki athugasemd við það og hef stutt alla þær breytingar frá því að ég var kosin inn á þing og verið í ríkisstjórn
við höfum fókusa sérstaklega á þann hóp þann hluta hópsins í þessum hópi sem að höllustu fæti standa og höfum meira að verið mikið gagnrýnd fyrir það frá meðal annars okkar fólkin í okkar flokki að við séum ekki afnema aðrar skerðingar og slíkt gagnvart þeim sem að eru í svona sterkari stöðu. Ég hef stutt það vegna þess að það er það sem sterk samfélög gera, þau bæta stöðu þeirra sem að höllustu fæti standa, sérstaklega þegar að hagur ríkissjóðs batnar og það er bara í mínum huga alveg rétt forgangsröðun. Þannig að ég hef ekkert á móti því að horfa sérstaklega til þessar hóps og bæta stöðu hans. Þessi kerfisbreyting hins vegar er að mínu mati óskynsamleg og ábyrg, þessi sjálfvirkni í þessu kerfi og sérstaklega ef við horfum bara lengra fram í tíman vegna þess að við vitum að við munum elta þá þróun sem er allstaðar í kringum okkur. Það verða færri vinnandi hendur, líffræðileg þróun er þannig og það að við séum eftir á í þeirri þróun á að vera fyrir okkur veganesti til þess að einmitt tryggja að við þá gerum ekki þau mistök sem að önnur lönd hafa gert. Bretar í vandræðum vegna svona kerfisbreytinga. Frakkar í stórkostlegum vandræðum með sín ríkisfjármál vegna þess að þau hafa ekki, það er ekki sjálfbært þeirra kerfi. Okkar, lífeyrissjóðskerfi til dæmis eru þetta hvað sem menn geta sagt fjölda lífeyrissjóða eða fjárfestinga ákvarðanir og eitthvað svoleiðis. Það var bara óumdeilt. Það er bara staðrendi mál, svo er þetta að lesa í skýrslu eftir skýrslu, að okkar lífeyrissjóðskerfi er ýmist best eða næst best í öllum samanburði. Og þess vegna eigum við að standa, vörð það og standa vörð sjálfbærni ríkisfjármálana. Og þetta frumvarp vegur að því og þess vegna hef ég gert við það miklar athugasemdir og tel mig vita að það sé ekki allir í stjórnar meirihlutanum sammála þessu máli og þá verða menn bara að bera ábyrgð á því og svara fyrir það. Ég ætla ekki að láta þessu, ég veit ekki hvernig það er. Ég veit alveg að það er samiðu mál. Þetta er mikið áherslumál hjá Flokki fólksins. Ég hef aldrei þurft að samþykja ýmis mál og reyna einhverju skaðamingun í einhverju málum sem ég átti bara mjög erfitt með í 8 ára samstarfi við vinstrimenn. En það er ekki þar með sagt að það að maður skilji þessar svona pulsugerði í pólitíkinni að maður hafi ekki á því sterkar skoðanir. Ég vel nú alveg mína slægi gagnvart ríkisstjórninni nokkuð vel Ég er ekki að tala gegn öllum málum og með allt á hóttum mér og ekki málþófi, nei. Ég tek ekki því. En ég þegar að er að ræða svona grundvallamál sem bara, maður hugsa líka bara fyrir komandi kynslur, við getum ekki leyft okkur að vera að taka okkur ákvarðanir sem að síðan við vitum í raun að það eru aðrir sem munu þurfa að taka til eftir okkur, það er bara, ég get ekki tekið þátt í því. Nei, en þú utanríkisráðherra og ég man ekki eftir neinum deilum það neitt en þú ert mikið í utanríkismálum og einhverjum Úkraínu eða ekki. Hér hefur verið gagnrýnt að það hafi farið milljarður frá Íslandi til vopnakaupa. Hvað segir þú það? Já, þegar að... Gáttum ekki gert eitthvað annað á að fylgja? Já, einmitt, á ekki nota peningin í eitthvað annað. Það er svo sem bara, þetta er mjög dæmigerður málflutningur. Þegar að Rússar hófu allsherjar innrás í evrópskt ríki, að þá var ég algjörlega staðráðin í því að standa undir þeirra ábyrgð og vanda mig mjög og ég vissi strax að þetta myndi þýða við þurftum að taka nýjar ákvarðanir, færa svona línuna, færa svolítið svona narratíf í umræðinni og ég áttaði mig algjörlega á því að það yrði vandasamt að gera það. Bæði þvert á bara hjá almenningi en meira sér líka hjá mínum flokki. Strax bara sólarhring eftir innrásina, daginn eftir, kannski 2 dögum eftir, þá til að mynda vissu við að Úkraínumenn voru í mikilli örvæntingu og þörf fyrir aukin vopn til þess að koma í veg fyrir að Rússar bara tæki yfir höfuðborgina og skipti þar stjórnvöld og svo framvegis. Við höfum auðvitað engin vopn til að senda, við eigum þau ekki til, en það sem að kom í ljós var að evrópsk ríki sem að áður voru undir stjórn Sovétríkjanna
áttu gömul vopn, svona sovjísk vopn á lager, en þau hefðu ekki burði til þess að flytja þau til Úkraínu. En við eigum vélar, við eigum, ég meina hér starfrækt flugfélag, kargoflug og við tókum ákvörðun það að skaffa flugvélar til þess að flytja þessi vopn. Og ég átti að mála á því að fólk, þú veist, það ekkert allir sammála því og reyndar var svona meiri ró yfir þeirra ákvörðun heldur en ég svo sem kannski bjóst við. Og síðan þegar koma því að styðja með beinum hætti við varnarbaráttu Úkraínumanna að þá fannst mér það algjörlega sjálfsagt en mér finnst ekkit sjálfsagt að öllum finnst það sjálfsagt og ég hef tekið fjöldan allan af samtölum bæði þar sem fólk mjög svona reitt og svona kannski æst, þú veist, og svo líka bara fólk sem að spyrja og fólk sem að viðra sínar áhyggjur af því að hvernig þetta samræmist einhvern veginn okkar svona þjóðarsál og svona, ég samþykkti þetta og gerði það auðvitað ekki ein, ég meina ég bar það undir þú veist, forsætisráðherra á ríkisstjórn og fékk svona umboð til þess að gera það en bara auðvitað ábyrgð á þeirra ákvörðun en síðan þegar kemur þessum varnartengda stuðningi þá ótrúlega mikilvægt að það komi nú bara fram hér vegna þess að það ennþá alltaf verið að skrifa að þetta hafi verið sko, ég hafi einhvern veginn tekið ákvörðun að sturta einhverjum peningum í varnarbaráttu Úkraínumanna. Fjárveitingavaldi auðvitað á Alþingi. Það löggjafarvaldi sem ákveður í hvað peningarnir fara. Þannig að ég get ekki tekið neina slíka ákvörðun sjálf. Við fórum með þingsályktunartillögu inn í þingið stuðning við Úkraínu til næstu 5 ára. Og það á við bæði það mannúðarstuðning, pólitíska stuðning og varnartengdan stuðning. Það sem stendur mjög skýrt að Íslendingar ætla að styðja Úkraínu í varnarbaráttu sinni til að verja bæði borgara og innviði. Þessi þingsályktunartillaga var samþykkt, þverpólitískt. Þannig að stuðningurinn, þegar við erum að styðja við Úkraínu með varnartengdum stuðningi, þá hefur hún umboð inn í þessa þingsályktun sem fór í gegnum Alþingi og allir studdu sem að þar sátu í salnum, þvert að flokka. Þegar að síðan eins og núna daginn, þegar þessi milljarður var veittur til stuðnings við varnarbaráttu Úkraínumanna, að þá aftur fór þessu umræðastað og ég hugsaði, þú veist, þetta svona 2500 krónur á mann. Það þú veist, ígildi eins hamborgara, kannski sódavatn með. Eða 4 Prins Pólo. Eða nokkur Prins Pólo. Og hvað, sko, þú veist, ég veit að í grunninn hjá mörgum, fyrir sumum þetta bara við að nota peningana í eitthvað annað. Fyrir öðrum þetta fellir einhvern veginn ekki alveg að sko okkar svona ímynd og þjóðarsála. Við séum svo friðelskandi að við eigum ekki að vera styðja, þú veist, vopnakaup. Ég skil það alveg, en ég bara kann ekki alveg við þegar við erum alltaf að halda því fram að við séum svo ofboðslega friðelskandi. Þú veist, erum við meira friðelskandi heldur en fólk í Litáen, Íslandi eða Úkraínu? Þú veist, erum við friðelskandi af því að við höfum ekki ráðast á neitt eða upplifum okkur ótrúlega friðelskandi af því að enginn hefur ráðast á okkur? Sko, þú veist, og ég kom nú bara frá Úkraínu fyrir 2 dögum síðan. Var þar í viku. Eina nóttina þegar að loftvarnakerfi fór í gang og ég vakna og svo svona kallkerfi inn á hótelherberginu og mann sagt að fara niður í loftvarna svona byrgi sem niður í kjallara að þá heyrði ég áður en ég fór niður í kjallara sprengingar. Það sem sagt þegar Úkraínumenn þá skjóta niður drónana áður en að árásarvopnin áður en að þeim tekst að skemma orkuinnviði eða jafnvel drepa saklausa borgara í svefni. Og ég hugsaði, sko, erum við svo friðelskandi að við getum ekki einhvern veginn með tákgrænum hætti lagt einhverjar nokkra krónur í samhengi hlutana til þess að gera Úkrænumönnum kleift að skjóta niður árásarvopn Rússa sem að vilja skemma orkuinnviði og drepa almenna borgara sem að reyna að sofa nóttina áður en halda út í sinn dag. Eða eru krónurnar okkar einhvern veginn og fínar eða eru við og friðelskandi. Þú veist, eins og ég segi, ég skil alveg hvaðan fólk að koma, ég skil að þetta eru, þú veist, þetta eru svona breyting á því hvernig við beitum okkur, en það vegna þess að það stríð í álfunni, allir vinir og bandamenn eru að styðja við Úkraínu með varnartengdum stuðningi og af hverju ættu við þá ekki að gera það sama ef eitthvað kæmi fyrir okkur, myndi það duga okkur að fá góðar óskir á samfélagsmiðlum og fá einhver teppi eða einhvern mannúðarstuðning til þess að prenta ykkur skólabækur fyrir krakkana í skólanum eða annan stuðning sko. Og þegar við segjum sko við erum svo friðelskandi og við erum ekki eins og með her, þú veist, við getum alveg verið þakklátt fyrir það að vera ekki með her, en við eigum ekki
að gort okkur af því að vera ekki með hér. Fælingamáttur okkar felst í því að það er fólk í öðrum löndum sem er tilbúið að færa fórnir, jafnvel lífsitt, til þess að verja okkur. Þannig að það er út af því sem við erum í skjóli. Það er ekki þannig að, þú veist, ef að við bara værum ekki í Atlantshafsbandalaginu, við værum ekki með þessar skuldbindingar, þú veist, að við værum í þeirri stöðu sem við erum í. Þannig að við getum verið þakklátt fyrir það, en við eigum að hafa metnað til þess að vera verðugu bandamaður, ekki bara því að við erum svo gott fólk, heldur einmitt vegna þess að það eru hagsmunir Íslands, það eru hagsmunir Íslendinga og öryggi okkar, að við getum treyst í, að aðrir séu tilbúinir að færa aðrinsfórnir og að styðja við þjóð upp á 2500 kall. Ekki nefndur milljarinn nokkra krónur? Nei, ég meina í samhengi. Ef þú horfir á allan stuðning vina og bandamanna, þá er okkar stuðningur nánast táknrænn. Ég er ekki að segja hans í táknrænn, sko, hann er auðvitað útgjöld hjá okkur, en í samhenginu er hann svo lítið. Ég vil bara fá þetta reynt svo þetta verði. Nei, í samhengi. Og við styðjum, sko, við segjum nú í þessari þingsályktun að við ætlum að halda í við Norðurlöndin í stuðningi, við erum óra fjarri því. Við styðjum Úkraínu miklu minna heldur en Norðurlöndin. Ég sá það í grein sem þú skrifaðir eftir. Það er ekki rétt hjá mér. Sko, en fyrir utan sko, vopnin og stríðið í Úkraínu og þá er líka sjálfskipaðan efnaðslan kjarnorkuvetur. Þannig að þetta vitna í Bill Ackman. Þetta er rosa sjálfskipaðan efnaðslan kjarnorkuvetur. Hérna kveikithráðurinn, er það bara Donald Trump? Sko, já, ég meina þær svona hans framganga og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar eru þetta á hans ábyrgð en ég held að sé mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að það hvar Bandaríkin eru stödd í dag, það stendur ekki fellur með núverandi forseta Bandaríkjanna. Að því mjög stundum eins og sko þegar fólk segir já hann er nú fullari maður, hann verður nú þarna bara svo lengi og svo kemur nýr forseti og einhvern veginn eins og þá falli Bandaríkin bara aftur í það hlutverk sem þau hafa svolítið gengt hérna í nánast heila mannsævi sko. Ég trúi því ekki. Ég vegna þess að sko í fyrsta lagi er ég þeirra skoðunar og það er mitt mat að forseti Bandaríkjanna er svona ákveðið einkenni af þróun í Bandaríkjunum en það er ekki þannig að Bandaríkin séu það sem þeir eru að því hann var forseti. Hann varð forseti vegna þessara breytinga. Sömuleiðis er það ekki þannig að hann sé þarna einhvern veginn einn og allir hinir séu einhvern veginn annar á skoðuna sko. Hann er umkringdur fólki sem að jafnvel hefur svona erfiðari og svona stórkallalegri hugmyndir hvernig heimurinn raunverulega á að vera og hvað hlutverki Bandaríkin eiga að gegna í því. Þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að melta það og meðtaka veruleikan eins og hann er en halda okkur ekki einhvern veginn því eins og myndum vilja hafa hann og að Bandaríkin eru á erfiðum stað og þau jafnvel þótt það eru einhverjar stórkostlegar breytingar í hérna hvað sem er í midterms eða næstu forsetakosningum eða hvað að þá munum þau eiga í fullu fangi með að svona leysa þau mál og ég held að það sé bara lengri tíma mál sko og kannski þess vegna sem að Evrópa er loksins einhvern veginn að þú veist aðeins að vakna þó ég gæti varið löngum tíma í að gagnrýna ákvarðanir eða skort þar á hjá Evrópu að þá eru þau að gera það núna og ég vona bara okkur takist í sammenningu að hérna gera það nú hratt þannig að við höfum burði til að standa vörðum það sem skiptur okkur mestu máli og það sem er þessi verið að berjast fyrir sko. Herðu, sko, sem utanríkisráður að þá lokaði þú sendiráðin í Moskvu bara eini utanríkisráður bara í álfunni eða? Sko, við lögðum niður starfsemi sem hefur aðeins aðra þýðingu heldur en við höfum lokað af því að það að leggja niður starfsemi þýðir að við getum í rauninni hafið starfsemi að nýju án þess að fá, sko, það er annar svona diplomatískur ferill. Það er ekki búið að klippa á snúruna. Nei, og náttúrulega alls ekki búið að slíta á stjórnmálasamskipti við Rússland, guð mig góður, alls ekki. En það sem skiptir máli hér er að þú segir, sko, það er rétt að ákvörðun okkar var sko aðeins önnur heldur en annara, það er að segja sko afleiðingin af ákvörðunum var önnur, þar sem við lögðum niður starfsemi. Hins vegar vorum við nánast ein eftir og vorum ein eftir á svona líkþengjandi ríkjum í kringum okkur sem höfðu engar ákvarðanir tekið
í samskiptum við Rússland. Það höfðu öll líkt tengjandi ríki höfðu gert það. Þau höfðu fækka fólki sem að gera það verkum að þau gátu þá fengið þess að þegar gagnkvæmni í þessu að þá fækkaði þá rússnesku diplómatu sömuleiðis í þeirra höfuborgum, loka ræðisskrifstofum að því þau eru náttúrulega oft með starfsemi víðar heldur en í Moskvu, þetta er líka annars staðar í Rússlandi, við erum bara með það í Moskvu og þannig að í rauninni það er ekki, þannig að það er alveg hægt að segja jú, afleiðingin af okkar ákvörðun var einstök en það bara vegna þess að sendiráð okkar var svo agnarsmátt en við vorum í raun okkar ákvarðana leysi var það sem að gerði okkur dálítið einstök því það voru allir aðrir búnir að taka ákvarðanir stundum til þess að mótmæla viðbjóðslegum árásum og stríðsglæpum Rússa í Úkraínu stundum vegna njósna, stundum var bara diplomatist orðalagum að háttsemi þeirra færi gegn Vínasamningnum sem að síðan undir niðri segir meira og þessar ákvarðanir tekna. Við einu vorum þau sem höfum enga slíka ákvarðun tekið og það var í rauninni vegna þess að við vorum, eins og segi, með svo fáa starfsmenn, staðrana og svo diplomata að ef við ætluðum að gera eins og allir hinnir að þá de facto voru það í rauninni að leggja niður starfsemi. Síðan skipti bara einfallega máli. Ég meina hér í Reykjavík voru á 3. tug starfsmanna í rússneska sendiráðinu. Hvað halda menn að þetta fólk hafi verið að gera í sendiráðinu? Ekki var verið að byggja upp viðskiptaleg tengsl, ekki var verið að rækta eða hlúa að menningartengslum, ekki eru þau svo uppteknir að borgaralegum verkefnum því að það eru nú ekki margir rússneski ríkisborgarar hérna á Íslandi. Þetta eru hlutverk sendiráða og það er... Hvað voru þeir ekki? Já, það er allavega ákveðið öryggisadri í mínum huga því að við höfum nú ekki kannski alveg tæmandi leiðir til þess að svona fylgjast með því sem að fólk er að gera hérna á Íslandi. Við erum ekki með leyniþjónustu og svo framvegis eins og önnur ríki eru með. Þannig að það hafði alveg áhrif líka að það er engin þörf á því að vera með á 3. tug starfsmanna í rússneska sendiráðinu. En í grunninn snýst þetta bara um það að við erum með litla utanríkisþjónustu. Við erum ekki með mjög mörg sendiráð. Rökin fyrir því að halda úti sendiráði á kostnað skattgreiðenda og almennings á Íslandi er að byggja upp viðskipti við viðkomandi land, menningar, samskipti og samstarf, sinna borgarþjónustu og svona þetta pólitíska samstarf. Pólitísk samstarf er í algjöru lágmarki eins og hjá öllum öðrum sem við berum okkur saman við. Viðskiptin eru komið niður í nánast ekki neitt, menningarleg samskipti eru nánast engin og það eru örfáir ríkisborgarar, íslenski ríkisborgarar í Rússlandi og við sömdum við sænska utanríkisráðuneytið að sinna því fyrir okkar hönd eins og við gerum víðsvegar heiminn þar sem við erum ekki með sendiráð. Þannig að þegar að fólk er að gagnrýna þessa ákvörðun að þá bara rökin fyrir að halda úti sendiráði þau voru bara ekki lengur til staðar vegna háttsemi Rússa sem hefur falið það í sér að allt þetta hefur fjarað undan því að minnstakosti tímabundi. En það kættu sig ekki allir. Nei. Sagan segir að Skaginn Trúex á Akranesi hafi mist mikil viðskipti við þetta og það hafi verið til þess að þú fluttir það með til kjördæma. Þú har fundið svo mikil mótbyr í kjördæminu. Já. Það vegna þessa máls. Já, nei. Það er ég finn að þessi saga lifir. Hún er fullkomin þvæla og ekki nokkur skapaður hlutur til í því. Það hafði ekkert með það að gera. Og meira segja er það þannig og ég held ég hafi nú einhvers staðar skrifað það, eða hvort ég kannski byrti ég ekki, man það ekki. Þegar ég fann að þessu umræðu einhvern veginn lifði svolítið lengi, að það liggur fyrir og það er hægt að skoða það bara með því að skoða gögn Skagans að höggi sem að þeir lendi í hafði ekkert með þessa ákvörðun að gera. Hún gerðist fyrr þegar að fyrirtæki í Rússlandi fór á hausinn, greiddi ekki reikninga og svo það að viðskipti við Rússland þetta bara breyttust. Ég meina við tókum með viðskiptaþvinganir eins og öll önnur Evrópuríki gerðu og þannig að það er ef maður skoða bara ársreikninga og gögn fyrirtækisins að þá er alveg hægt að sjá það og mér finnst það lítið áhugavert hvað þessi umræða hún lifir, hún er svona náð okkur í flugi og ég velt stundu fyrir mér hverjir halda henni á lífi en
En hún truflar mig ekki vegna þess að ég veit nákvæmlega hvað hérna satt og rétt í þessu og það að þú veist, fólk leggir þetta ennþá á borði sem einhver hérna rök í málinu, það er alls ekki þannig. Ég auðvitað var búin að vera í mínu kjördæmi á lista frá því árið 2007. Ég velti því alveg fyrir mér hvort að ég ætti að færa mig yfir í kjördæmi sem ég hef auðvitað búið í síðan árið 2015. Fyrir síðustu kosningarnar, sem sagt 21. En ég ákvað að gera það ekki, þannig að það var nú svona, ég held að sé nú alveg, ég held að það hefði komið fám og óvart að ég skildi færa mig í það kjördæmi sem að, eins og ég segi, ég hef búið í og er núna auðvitað bara, þú veist, búin að búa þar í 11 ár, eða 12 ár meira þess að bjóði aðeins í Garðabænum undan í leiguíbúð og er alveg börnum mín þar og svo framvegist, þannig að þú veist, það hafði nákvæmlega ekkert með fyrirtæki á Akranesi að gera sko. Fyrir utan það að rökin ástæður fyrir því að fyrir þeirra áskorunum á sínum tíma hafði heldur ekkert með þessa ákvörðun að gera. Þannig að það er bara... En það samt voru ykkur sem voru nú þessu þeirri næsins. Já. En hérna, sko, kom aldrei til hugar hjá þér að bjóða þér fram til formanns í flokknum? Jú, það gerði það. Ég, sko, fyrst þegar ég bauð mig fram sem varaformaður árið 2018 að þá fannst sumum ég vera, þú veist, of ung til að vera varaformaður eða svona vantaði einhverja reynslu og eitthvað svona. En fékk síðan algjörlega glimrandi kosningu og mikla traustsyfirlýsing á þeim fundi. En þá svaraði ég þeim og sagði, heyrðu, ég, þú veist, að því að einhver sagði til dæmis sá sem er varaformaður þarf að vera tilbúin að þú veist, taka við flokknum ef eitthvað gerist. Ég segi ég átti mig á því ég væri ekki að bjóða mig fram sem varaformaður nema ég væri tilbúin til þess að leiða flokkinu ef að slíkt kemur upp. Og síðan liðu árin og ég var alveg opin með það í svona 2 ár allavega fyrir landsfund að ég sæi fyrir mér og ég ætlaði mér að bjóða mig fram sem formaður þegar að þáverandi formaður myndi hætta. Síðan bara það er alls konar ástæður fyrir því, ég var þetta búin að vera varaformaður í 7 ár eftir þetta stjórnarsamstarf, þú veist, ég var svona alveg á því, mér fannst ekki sjálfsagt að við myndum halda áfram sko samstarfi með Vinstri grænum eftir að Katrín fór í forsetaframboð. Við gerðum það en síðan þetta var kosið fyrr en áætlað var sem að ég var svona, taldi nokkuð ljóst að myndi gerast sko og síðan fórum við gegnum þessar kosningar og svo hætti Bjarni og það voru, og Áslaug fyrir framboð og svo Guðrún líka og það eru alveg nokkrar svona kannski líkilástæði fyrir því tók þess ákvörðun en í grunninn er kannski helst ástæðan bara að maginn minn ég bara ákvæðlega mér að hlusta á magan sko. Og ég hef ekki séð eftir þessa ákvörðun í sko 1 sekúndu síðan að ég tók hana. Ég var alveg búin undir það að ég myndi gera það. Það kæmi upp svona tímabilið sem ég myndi hugsa herðu, þú veist, var þetta rétt? En það hefur ekki komið. En staða flokksins núna er bara hrein hörmung? Já, við erum sannarlega í brekku. Þið rennið niður hana? Það er alveg ljóst. Já, sko ég hlakka nú dálítið. Gallup kemur kannski á morgun. Já. En hérna... Já, ég meina við erum bara einfaldlega við erum bara einfaldlega í sko uppbyggingafasa. Ég meina það er alls konar vinna í gangi inn í flokknum. Menn verða bara að vinna þessa heimavinnu og svona setja sko stór verkefni á borðið og taka svolítið dagskrárvald í því. Þú veist hvað eigi að vera að ræða um í íslensku pólitík, ekki bara verið í viðbragðsstöðu gagnvart því sem að ríkisstjórnin er að setja á dagskrá. Við erum náttúrulega að fara inn í sveitastjórnarkosningar og ég fór nú bara fund í gær í sjálfstæðissalnum við Austurvöll og það var fjölmenni þar. Það var fjölmenni þar og ótrúlega góð stemming. Það hefur náttúrulega, það er ekkit leyndamál, það hefur ýmislegt gengið á í Reykjavík. Nei, en í raun sko var algjör samstaða listan, þessa leið og ég hef nú sko fylgst með þú veist þessu í 15-20 ár. Ég ætla að leyfa mér að bara fullyrða að
við höfum ekki verið á eins svona góðum stað í Reykjavík sko, bæði inn á við og út á við í mjög langan tíma. Þannig ég mjög spennt fyrir og mér finnst þetta algjörlega framúrskarandi listi og vinnan við þetta því það mikil vinna á bakvið þetta, það þarf að byggja upp svona ákveði traust og svona samvinnu og mér finnst það hafa gert það bara alveg ótrúlega vel, þannig að það verður spennandi að sjá hver staða flokksins á sveitarstjórnarstiginu þegar að kosningarnar fara fram sem að hefur líka áhrif á landsmálin en síðan þetta bara svo margt að það bara svo margt að breytast í pólitíkinni minna, það er fólk sem bara segir heyrðu, ég kýs það bara frekar Miðflokkinn eða fólk sem segir heyrðu, ég kýs það bara frekar Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn, hann stendur á ótrúlega sterkum grunni og hann, við þurfum í mínum huga að vera skýr, uppbyggileg, málefnaleg tala, fyrir lausnum vinna með stjórnvöldum þegar að það rétt og það verið að setja slík mál á dagskrá og vera síðan bara ákveðin þegar að það okkur finnst þau vera að gera eitthvað sem ekki skynsamlegt eða gagnlegt fyrir íslenskt samfélag setja síðan sjálf mál á dagskrá og teikna upp svona framtíðarsýn sem að fólk treystir og byggir á því sem að flokkurinn stendur fyrir yfir höfuð. Það mun alveg taka ykkur tíma að byggja okkur upp sem raunverulegan valkost við ríkisstjórnina eins og hún núna. En ég algjörlega sannfærð að það hægt og það verður eftirspurn að nýju eftir þeim áherslum sem að svona í samræmi við þessi svona... Já, það samt farnar. Farnar? Kraftur Sjálfstæðisflokksins maður les til dæmis eldri sjálfstæðismenn þeir hallar svolítið að Miðflokknum og svo þeir sem eru nærri þér þeir fara í Viðreisn. Já. En og minn ágæti bróðir Gunnar Smári hefur reynda veiku núna en hann búinn að spá því í þessu þætti að það gerist á kjörtíðanbílinu að þú fari yfir í Viðreisn og Halla Rund Logadóttir yfir í Samfylkinguna. Svo sjáum við bara hvað tímilegir ljós. Já, sjáum hvað tímilegir. Nei. Þú tippar ekki á þessi rétt hjálm? Nei, alls ekki. Hann mun þurfa hann mun þurfa éta þó ofan í sig. Já, gerir það örugglega með glöðu ekki. Að ég fari yfir í Viðreisn kjörtíðanbílinu, það ekki þannig. Nei, þú kom fram bara í spjalli sem Já, og hann ekki svo eini sem að veltir þessu upp eða viðra þessa skoðun eða jafnvel bara spyr mér beint að því. Ég fæ spurningar örugglega vikulega. Ert að hætti pólitík, ætlar að fara að vinna fyrir Evrópuráði fullu starfi, ert að fara í annað starfi í útlöndum, ert að fara að vera sendiherra, ætlar að fara yfir í Viðreisn. Þetta svona, þessar spurningar svona malla og ég fæ þar mjög reglulega. Ef þú hættir í pólitík þá eru þau fínt sendiherra. Já, ég myndi allavega... Þú er þekkingu. Já. Ég meina, það sem ég svo þakklátt fyrir ég planaði ekkert af þessu, einhvern veginn. Ég var ekki með eitthvað Excel-skjál það hvernig ég ætla að sigra Ísland, ég bara, hef bara svona leyft mér að fylgja einhverju svona innsæi, viljað, gera gagn fyrir samfélagið mitt á grundvelli þess sem ég trú á og hef lært mikið, þroskast töluvert og svona afla mér, reynslu og þekkingar, haft vit á því að raði kringum með fólki sem veit meira hlutin en ég. Þannig að ég verði, viti meira, verði betri og geti tekið upplýstar ákvarðanir og svona fegurðin í því að vita ekki hvað maður ætlar að verða þegar maður er stór. Svo að, ég hræðist ekkert einhverjar breytingar, alveg eins og ég var ekki fixur á það að vera formaður og stundum sagði fólk við mig, ég sé það bara ekki nægilega mikið í augunum að þér og viljir nú mikið vera formaður. Og ég hugsaði, kannski alveg rétt að það annað fólk í flokknum sem vil frekar vera formaður heldur en ég. Er það veikleiki eða er það kannski styrkleiki, Og ef ég er ekki formaður þá er ég að gera eitthvað annað og ég er 38 ára, Ég er nú ekki eldri en það, þannig að ég get bara... Koma tímar, koma ráð. Já, ég bara veit ekki hvað ég gerir næst eða hvenær kemur að því. En það sem ég veit að fá ég tækifæri til þess áfram að gera gagn fyrir samfélagið mitt, fyrir Ísland og berjast fyrir þeim svona grundvallargildum frjálsa
borgara, frjálsar mannesku, að þá er það sem ég mun vilja gera og það er alls konar leiði til þess að verða gagni, sko. Við fylgjumst með þér. Þórdís Skófun, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og fyrir ykkur sem hafa verið að horfa á okkur eða hlusta, þá vil ég minna á að samstöðin, hún gengur fyrir áskrift ykkar sem er að hlusta á okkur og horfa. Minnst áskrift kostar aðeins 2.750 krónur á mánuði. Það er þetta að finna þetta inn á samstöðin.is en öðru litið þakka bara fyrir þáttinn og verið sæl.